komið sæl og velkomin í þennan þátt að Lykkjufallinu. Heyrði, ég hafði samband við hana Svönu sem að skipuleggja prjónaháttíðina og baði hann að koma í þátt og hún hérna mætt til mín. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að hafa samband. Já, og takk fyrir að koma. Nú við erum að taka þetta upp hérna þegar stormurum var. Þetta bara, þetta er grín. Við erum hérna, ætlum að fara eins yfir prjónagleðina en mér langar fyrst að byrja á því að spyrja bara hver er Svana eða Svanhildur og hvernig svona tengist prjón og handavinna í þínu lífi? Já, Svanhildur býr í Skagafirði og á þar mann sem er bóndi og ég býr semst í sveit. Hef nú aldrei verið mikill bóndi sjálf en alltaf verið að gera eitthvað annað. Bara náttúrulega, ég er menntaður handmenntakennari eða textilkennari. Okay. En vann svo sem ekki við það lengi en áhugin hefur á handavinnu og prjónaskap hefur bara fylgt mig frá því ég var bara smábarn. Mamma var líka textilkennari og ég lærði að prjóna mjög snemma og hérna það var alltaf eitthvað þannig í gangi. Þannig að ég bara er alin upp í handavinnu, alls konar handavinnu og þannig að þetta hefur alltaf staðið mér mjög nærri. Ég hins vegar tók mér mjög langa pásu. Ég rak hótel, átti hótel og rak í 12 ár. Okay. Og þá gerði maður bara akkurat ekkert annað og allir prjónaskapur og handavinna var bara lögð á hilluna. Já. Ásamt öllu félagslífi og næstu fjölskyldulífi líka. En svo fór nú svona að koma í mig. Ég fann alveg að ég var komin í rosalega þörf fyrir þetta að byrja aftur eitthvað og það var kannski ekki samt fyrir en að fór að verða bara meira úrval af gagni og uppskriftum og betra aðgengi heldur en bara að lopa og lopphauðs uppskriftum sem að ég einhvern veginn fór að staða aftur. Okay. Ég er mjög elska íslensku ullina og finnst hún dásamlega mörguleiti en það vildi enginn vera í, þú veist, ég hafði engan til að prjóna á því að maðurinn minn og börnin vildi alls ekki ganga í lopa og maður hefur ekki nót fyrir nema x marga lopphessur, þú ert reynda kannski á öðru máli af því að þú ert þetta þitt hráefni en allavega þú veist já, þannig að ég byrjaði bara aftur að fullu svona upp úr því sem ég seldi hóteli 2017 já. Þá fer ég alveg að kafa aftur okay. Og ég skil það samt alveg, það eru mjög margir sem geta ekki lopa, sérstaklega líka börn og svona, maður vil vera að prjóna á börn og svona ég get alveg lopa, þú veist, mér finnst bara ekkert mála að vera lopa en mér finnst hann svona svolítið grófur og ekki eins gaman að prjóna honum eins og mörgu öðru sko. Ég var reyndir eina blöndu eftir að prófa, það er þess að plötulopi og móherið eitthvað svoleiðis sem mér hefur skilist að sé dásamlegt. Já, ég er búin að koma við þannig svona eintak sko, en ég á eftir að pröfa það sjálf líka. Já, okay. Mér finnst það líta mjög svona vel út, mjög svona létt og mjúk. En svona það sem fylgir með, það sem að, mér finnst eða prjónaskapurinn einhvern veginn er eitthvað sem er svo þægilegt, þetta er svo, ég er náttúrulega þannig að ég er með mjög mörg verkefni í gangi einu og þau eru allt frá því að vera bara súper einföld í það að vera kannski talsvert flókin og mér finnst bara svo fínt að geta gripið í þetta hér og þetta annað þar, bara eftir í hvað skapi og hvað ég vil vinna með grófa prjóna, hvernig mér líður í skrokknum og hvort ég vil vera að vinna í einhverju litaglöðu eða neutra, eða þú veist bara þannig að þetta er svona alls konar sem að minn kannski svona mín sköpunar þarf kannski brýst svolítið út í þessu, bara að vera með nógu fjölbreytt í gangi. Ekki, ég skil það líka og stundum vill maður kannski prjóna úr ykkur mjúku eða það til dæmis er eitthvað sem ég þekki ekki. Nei, en ég get alveg ímynda mér að það sé svona, bara eins og með litinu, stundum með maður bara eitthvað svona, þetta er svo grátt, ég get ekki verkefninu, ég þarf að byrja þetta mín. Já, nákvæmlega. Þannig að það er að vera með áferðina líka. Já. En svo hef ég líka séð á Instagram hjá þér, þú ert með ótrúlega fallegt gróðurhús, eða ekki? Jú, ég er það, ég er ótrúlega heppin. Jú, ég á, það kom upp riða
hjá okkur árið 2020 og við þurftum að lóga öllu og við ákvaðum bara í vikun eftir að þessar hörmungar dundi yfir, þá vorum við þetta bara að ræða og hvað nú og hvað ég var að gera þessi hús öll og landið og svona, þannig að þá ákvaðum við eiginlega bara allavega ég slengdi fram með þessari hugmynd bara, akkur breytum við ekki bara skemmunni, fjárhúsaskemmunni bara í gróðurhús. Og við ákvaðum það bara 1, 2, 3 og vorum þá bara að vinna, það var alltaf bak við eyrun, í bakhauðinu þegar var verið að hreinsa og þetta gekk allt saman yfir og svo bara fór í uppbyggingu þar og ég held að þetta hafi hjálpað okkur bara mjög mikið gegnum þetta ferli sem var alveg strangt og erfitt. Ég ekki bara rétt ímynda með það. En hvað er svona gott að geta gert eitthvað svona með træðilegt að einhverju fallegu? Já, bara það er ótrúlega bara magnuð úrvinnsla. Já. Og að því að við vorum, fjölskyldan hefur all áhuga á þessu gróðdæmi og allir vilja náttúrulega borða berin eða ávextina sem koma og svona, þannig að við erum svolítið öll inn í því. Já. Og þetta bara frábært það var sumarið í fyrra, var 3. sumarið sem voru með plöntur sem sagt, þær voru þá orðnar 3 ára gamlar í húsinu og þá var líka eiginlega fyrsta skipti sem við fengum einhverja svolítið uppskyr og eplum og ferskum. Reyndar höfum alltaf við fengið mjög fínt að jarðarberum öll árin en í fyrsta skipti fengum við fyrra ferskur og kirsuber og eina plómu. Trén eru alveg orðin mjög stór. Já, þau eru mjög stór og orðin og enda náttúrulega dásamlegar aðstæður hann inni. Þetta er ekki upphitað en þetta verður hlýtt og þetta er náttúrulega bara svo gott skjól og það er það sem ávaxtatré þurfa. Það er skjóli, þau þóla kannski alveg mörg yrki, þóla alveg vetur, en þau þóla ekki þetta endalsa rók. Nei, og þannig að það er kannski það sem hefur vantað. Já. Þannig að við náttúrulega bara nú er ég nýbúin að klippa og bara við erum bara spennt fyrir sumrinu, við fyrir að hlaupa inn bráðum vorinu, svona þegar maður sé fram á kannski að það verði ekki endalisa lagðir lagðagangur í landinu. Með skýta veðri. Nákvæmlega. En þetta er ótrúlega dásamlega stað að sitja prjóna og ég hef verið þarna með bæði, bara prjónahittinga og bara hitta þetta. Já, hvað ég get ímyndað mér að það sé dásamlega. Ég hugsaði mitt í fyrra bara, hvað mér langar bara að fara að það. Þetta bara lítur út eins og komið bara næstu til útlanda. Bara ef þú átt leið hjá, þá bara allir velkomnir. Bara heyra í mér. Ég er alltaf til að hitta fólk. Já, vá. Mátið þarna. Bara algjörlega, ég mun klárlega að gera það. En herðu, förum aðeins yfir, þú ert að skipuleggja prjónagleðina, þegar ekki? Jú, ég er viðbragðsstjóri prjónagleðinar og þetta er 5. hátíðin sem ég er að skipuleggja núna. Og hún er 10 ár í ár, þegar ekki? Hún er haldin í 10. skipti. Fyrsta hátíðin var 2016 og svo fjall niður 2020 út af Já, auðvitað. Og ég byrjaði 2021 að vinna hjá Textamiðstöð Íslands og var þá á Blönduósi og var ráðin til þess að stýra þessari hátíð og gerði það í 4 ári röð og var ekki með hátíðin í fyrra því ég var bara í annarri vinnu og bara gat ekki 100% vinnu sem ég gat ekki rýmdist þessu alls ekki en fór svo bara tók við þessu aftur núna í haust og þetta er bara skemmtilegast að vinna sem ég hef vel að vera í, Já, það ekki? Mér svona með við það sem ég heyr, þá er fólk mjög álátt að fá það aftur. Já, takk fyrir það. Þannig að ég hef sjálf aldrei komið. Nei, Ég ætla að fara núna. Já, það líst mjög vel á. Það voru, allavega í fyrra, það voru rútuferðir, eða ekki? Jú. Úr Reykjavík? Jú. Eru af fleiri stöðum með Reykjavík? Nei, ekki ennþá, en ég hugsa... Það verða skipulaðar sætaferðir á laugardeginum núna líka og Akureyri. Þannig að auðvitað, þeir sem fara með rútinu frá Reykjavík geta þeir komið frá Selfossi eða Hveragerði eða Vík eða hvaðan sem þeir vilja skilur og tekið þessa rútu en okkur varst kannski bara hér kannski punktur sem fólk getur safnast saman. Já, einmitt. Og þetta er 4. skipti sem erum með sætaferði núna,
Og Hvaðan fara rúturnar? Er þetta allt inn á nei, þetta er ekki heimasíðunni? komið, sko, Þetta er af því að ég er svona einsmanns undirbúningsteymi, Já, þá er þetta svolítið, gerist þetta svolítið í röð hjá mér. já, þetta er náttúrulega rosalega mikil vinna. Þetta er mikil vinna Já. og þegar þessi þáttu verið komin út, þá er náttúrulega komið, þá er námskeiðin komin á vefinn og sem ég er að vinna í alveg fullu núna. Og þú veist, viðburðnir og öll dagskráin og rútuferðina, þetta á alltaf, það verður allt komið inn á vefinn í byrjun maí. Þannig að þetta er svona allt að gerast, þetta kemur bara skref fyrir skref. Og prjónahátíðin er 5. til 7. júní. Já, hún er sérst að föstudegi til sundag, svona formlega, en prjónagleðin heitir hún. Hvað sagði ég? Prjónahátíð, en allt í lagi. Prjónagleðin, já. En allt í góðu, þetta er prjónahátíð. En þetta er aðalega gleði. Já, og jú, þetta er þvílíka gleðin. En allavega, þá byrjun maí ætti alltaf vera komið og öll dagskrá liggja fyrir og svo framvegis. Þannig að fólk veit alveg að hverju það gengur. Já. Sætaferðirnar komnar í sölu og svona, þannig að það verður góðu tími. Þetta væri rosa gaman að vera tilbúið með þetta allt miklu fyrir, en það er ekki sens eins og staðan er núna. Nei, ég meina ég til dæmis kannski líka væri ekkert að ákveða kannski núna hvort ég ætla að taka rútuna eða þetta er einmitt í júní. Kannski sér einhver námskeið sem langar að fara á og sér það þá kannski það eftir að keyra og frekar og svona. Nákvæmlega. Þannig að það er, ég held að bara flesti sem ætla að mæta eru búin að taka helgina frá. Já, ég held að það sé nú bara númer 1. Já, og svo bara, já, og ef fólk vil gista þá er náttúrulega, borgar sér náttúrulega alltaf að skoða það snemma. Já. En það er flott tjaldstæð á Blönduósi. Mjög flott. En svo er náttúrulega líka bara, þú veist, Blönduós er með miðsvæðis, þannig að það er ekkert mál að gista bæði í Skagafirði og Húnaþingi vestra, Hvammstanga eða Laugabakka, Sauðárkróki, Skagaströnd, Varmahlíð. Þetta er bara hálftími, 40 mínútur að keyra. Þetta er gaman að vera, þú veist, á svæðinu. Já. En þetta er í júní, þú veist, og það er bjarta nætur og menn ég bý í Skagafirði og ég keyri á milli daglega, þú veist, þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og að keyra, þú veist, vestan bæ og í Hafnarfjörðinni eða eitthvað. Nákvæmlega. Þetta er ekki, Einmitt. Þetta er ekki verið það, já. Þannig að fólk er ennalega, eða þú veist, vanta gistingu en þá mæli ég bara með því að skoða í kringu sig. Já, kíkja á það. En svona fyrir einhvern eins og mig sem hefur aldrei mætt, ertu kannski til að segja okkur, kannski að lýsa því hvað nákvæmlega er prjónagleðin? Já. Hvers konar hátíð er þetta? Prjónagleðin er, hún var sem sagt opnuð 2016 með það markmið að svona sameina prjónafólk. 2016 var rosalega lítið í gangi, þú veist, á eða samfélagsmiðlar var allar komnir til sögunar og fá ekkert mikið það að það væri einhverja svona prjónahelgar eða hittingar, þannig að hún var stofnuð bara í raun og veru til þess að draga prjónafólk bara út úr húsi og hittast. Já. Og það hefur sko sannlega tekist. Já. Og og hún hefur alltaf svona saman staðið svona samanstæði að 3 þáttum. Það eru námskeið sem hafa alltaf verið mjög mikilvæg. Það eru svona fyrirlestrar og viðburðir og svo gattorg, svona prjónamarkaður eða svona þar sem að þú getur keypt gatn og allt sem þú þarft fyrir prjónskapin og handavinnuna. Já, ok. Og þannig að það eru það básar. Já. Mismundi söluaðilum. Já, okay. Og það er bara mjög flott núna, það verða rúmlega 30 söluaðilar í Íþróttahúsinu. Við köllum það Garðtorgið, þar sem að það er og í Íþróttahúsinu. Að þá heimasíðunni hverju verða? Já, það verður komið, já. Okay. Og þannig að og það verður alveg fullt aðalum. Svo eru, þú veist, það fara í sölu einhver milli 25 og 30 námskeið. Okay. En þetta hefur kannski svolítið víkkað út frá því að vera bara prjón. Já. Veist, þetta er í raun að vera handavinnu hátíð, má eiginlega segja það. Og ætti kannski að heita handavinnugleði eða eitthvað slíkt, en að því að við til dæmis með námskeiðin, þá erum við með hekknámskeið, við erum með spuna og tóvinnu, við erum með orkeringu, viðgerðir á fatnað, þú veist bara allt svona, þetta er rosa svona bara textilmiðað og alls ekki allt sem snýra prjóni. Nei. Og það er kannski líka því að við viljum þetta svona svolítið stækka markhópinn
og og fólk, við viljum bara prjónagleðin sé fyrir alla sem hafa áhuga á handavinnu og textíl og kannski prjónaskap svona fyrst og fremst. Þannig að það hafa alltaf verið námskeið og fólki, það hafa alltaf verið líka fyrirlestrar og þessi markaður og síðan hefur svona bæst við í svona gegnum tíðina og núna svona kannski sérstaklega eftir ég tók við, þá hef ég svona verið að reyna að fýta upp á einhverjum viðburðum. Þetta er alltaf messa, prjónamessa á sunnudeginum. Það er alltaf farið í eina svona prjónagöngu hátíðarhelgina bæinn með leiðsögn. Það er á 50-dagskvöldinu, þá hitum við upp með svona það sem að prjónar á Blönduósi bjóða heim. Það er sem sagt bara prjónahittingar í nokkrum heimahúsum. Það sem að bara allir sem eru komnir eru bara velkomnir að banka upp á bara í þessu húsi. Þau eru bara merkt húsin eða látið vita og bara gjör svo vel og bara kaffi og kannski eitthvað með því og svo bara prjóna spjall. Vá, gaman. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Og þetta svona hugmyndin kviknaði svona út frá fiskideginum á Dalvík þar sem fólk var svolítið að rölda á milli húsa og smakka fiskisúpu, þú veist, kvöldið á hana hátíðin hófst. Og ég ákvað að færa svona aðtökust, ég get mikið fært þetta svona bara inn til fólks sem að bara, af því að það er líka, ég menna margir koma 50 og það kannski vantar líka eitthvað að gera og gaman að hittast. Mér finnst þetta svona flott svona upphittun svolítið fyrir það sem koma skal. Og að hittast heima hjá einhverjum er svolítið persónleira heldur en að það sé bara í á kaffihúsi eða eitthvað því að þú bara fer að þekkja manneskuna sem þú heimsækir og þeir sem siti í sófanum við hliðina og svo hittur hann mörgu sinnum hérna helgina og endar að því að vera orðin vinur á Facebook og svo næstu kemur að fara kannski gistingu hjá þessari mannesku eða eitthvað, þetta er svolítið svona, þetta sem maður er að hugsa þetta samfélag. Já, og líka kannski ef ykkur mætir einn þá þetta til dæmis, þá var þetta alveg frábært. Þannig að ég er mjög stolt af þessu og svo núna á föstudeginum 5. þá ætlum við að byrja, þá verður sem sagt opið hús á Hótel Blönduósi væntanlega, þar sem að prjónarar geta komið svona upp úr 11-leytið og bara prjóna þangað til hátíðin byrjar formlega sem verður klukkan 4, þá opnar Garðtorgið. Klukkan 4 á föstudeginu? Já, þá opnar Garðtorgið. En og þarna þá mun fólk geta bara setið þarna og keypt sér kaffi eða léttan hádegisverð eða eitthvað og bara prjónað og spjallað. Og það er þannig að við seljum á netinu, svona það kostar í sjálfsögur ekkert inn á prjónagleðina, nema ef þú náttúrulega ætlar að fara námskeið þá kaupir það sérstaklega og eins kostar seljum við svona prjónaarbönd sem eru handgerð sem að gilda á opnunarkvöldið sem er á föstudagskvöldinu og á alla fyrirlestra hátíðinar og líka á svona kvöldvöku sem er á laugardagskvöldinu. Og þannig að og þetta er svona kannski okkar helsta fjáröflun líka, þannig að við reynum að hafa svona innifæli í þessu en þetta er líka bara, við þurfum að afla einhvers fjár til þess að halda þessa hátíð. Og þetta er svona okkar leið til þess. Já, en ef ykkur ætla bara að koma og kíka Garðtorgið þá kostar það ekki neitt og það kostar náttúrulega, þú veist, ekkert í messun og ekkert í, þú veist, það er hægt að gera alveg fullt ans að kaupa þetta arband, það er ekki issue, við erum að reyna að hafa þannig að við sem ekki þú veist, að fólk þurfi ekki að kaupa allt sem það vil gera, skilurðu, þannig að frekar að hafa þá bara að þú sért með þetta, já. En eru þið með eitthvað svona póka eða eitthvað svona Já, ég vona það að við náum að gera einhver minjagrip, kannski sérstaklega við höfum ekki verið með það. En núna kannski að þetta er þetta afmæli, að það væri mjög gaman að vera með eitthvað svona minjagrip. Mér finnst líka svo sniðugt eins og Garnival að það var að kaupa póka því maður fattaði kannski ekki að koma með póka. Nei, nákvæmlega. Það er svo ótrúlega sniðugt. Já, það er náttúrulega alveg, þú veist, algjörlega eitthvað sem er sígilt að vera með eitthvað svoleiðis. En það er svona í vinnslu. Það er kannski líka fyrir svona noobs eins og mig sem hefur aldrei mætt að mæta ekki með póka. Nei, ég meina sumar mæta náttúrulega bara með svona ferðartösku sem það draga eftir sér, þú veist. Það er náttúrulega bara alveg þannig, sko. Orðna fagmenn í þessu. Já, algjörlega, sko. Þannig að þetta er alltaf alveg ægilega skemmtilegt, sko. Já, ég trúi því. En þetta er bara fullt af svona viðburðum og við erum náttúrulega með rockstjörnu í heimsókn núna. Já, ég hef búin að sjá það á Facebook.
Stephen West. verður gestur hátíðarinnar. Hvernig segðu mig frá því. Hvernig var bara það kom bara þannig, það er þannig að ég var búin að leita að mér skoðstu tvisvar, senda hann post fyrir fyrri hátíðir og þá var hann bara þannig stemdur að hann var bara ekki að ferðast mikið. Svo fæ ég í haust, bara þegar ég er nýbyrjuð, þá fæ ég skilaboð frá honum eiginlega í gegnum konu sem hafði hitt hann á Barcelona festivalinu, Prónafestivalinu. Já. Þar sem hann segir henni, eða hún segir eitthvað við hann bara, nú er að fara að koma til Íslands og koma á Prjónagleðin og hann er bara, já, ég er sko alveg til í það. Og hún sem sagt lætur mig vita af því og þar með bara fer boltinn að stað að ég kemst í samband við hann til þess að læt svona njósnaðins fyrir mig hvort að þetta sé staðrindin, sko, því ég kannski var heldur ekkert endilega til að fara að senda honum eitt pústinn enn og bara nei því miður. Já, mitt. Og hann var bara strax game og síðan erum við bara búin að vera í sambandi og að skipuleggja og hann verður með 2 námskeið. Ok, hvernig námskeið? Það verður sjalanámskeið, bara eins, af því að mér finnst bara skipta máli að sem flestir komist á námskeið hjá honum. Já. Og svo verður hann bara líka á Garðtorginu. Já, með Garð. Já, ég veit ekki hvað það verður með Garð, en hann verður í Bás, með vinkonum sínum og sem er, og hann er þá með uppskriftir Já, hann verður með bækur uppskriftir og eitthvað sem að ég svo sem skiptir mér ekkert af og þannig, en hann er bara komið til að vera með okkur, skiljið, þannig hann verður bara þarna að chilla með okkur og svona, þannig að það verður náttúrulega bara geggjað og nú erum við fór 1. apríl hófst sjala samprjón vegna þess að hann, að því að ég hugsaði með mér að við erum náttúrulega að hafa samprjón og það verður allir að koma í einhverju prjónu eftir hann og þannig að við störtuðum þessu og hann leist rosa vel á það og hann var ógeðslega spenntur fyrir því að það veri allir með sjöl og svo letum við taka mynd af öllum minn í sjöl og hann einhvern veginn í miðjunni og ég er svona búin að finna einhvern sem að getur tekið mynd á dróna kannski og gera eitthvað úr þessu þannig að þetta verður geggjað. Vá, og eru margir mættir, eru margir búin að skrá sig í samprjón? Já, það er náttúrulega, þegar þessi þáttur þá veit ég betur, það er áhugi og ég meina, þú veist, það verða örgulega og þó að verða einhverju sem hafa ekki tíma bara að koma með byrja og það er ekki endilega verið búin. Nei, en svo það eiga mjög margir líka gömul sjöl eða einhver sem eru kláruðu fyrir jól eða eitthvað skiluru og þetta er enginn að skoða hvort þetta sé alveg þannig að bara koma í og með fatnað eftir hann og bara fagna honum með því að sýna honum hvað við erum brjálaðar í hann Vá, hvað það verður þannig að þetta er ég ennlega bara það var náttúrulega bara þannig, þú veist, þegar þetta var alveg í höfn og þá var ég að hugsaði með mig bara ég þarf bara ekki að gera neitt meira þetta er bara að redda þessari hátíð Já, hefur verið svona stórt þannig aður? Já, Leni Holmi kom einsinni fyrir, hún kom 23 minnum mig. Vá. Það var mjög gaman líka. Hún er alltaf önnur típa, rosa róleg og svona svona alveg low key sko og en mjög gaman, hún var með námskeið og fyrirlestur líka og svona, þannig að það var mjög gaman þannig að þetta er líka, þú veist, það er svo mikið fjölbreytni í þessu öllu þú veist, bæði uppskriftahönnum og garninu og því sem að hver og einn elskar að gera það er auðvitað það sem er svo spennandi, þú veist, það er enginn að gera það sama. Nei, aldrei bara, og það er nægur svona markar eða það er nóg pláss fyrir alla við erum svo ótrúlega mismundi hvað höfðar til okkar þannig að það er alltaf ykkur sem hefur áhuga á þú veist, alls konar það er svo gaman við þetta og það er líka, ég meina, ég hef stundum verið spurð, þú veist, eða sagt um mig bara, þú veist, er þessi prjónagleði ekki bara fyrir einhverja, þú veist, snillinga eða ég er ekki nóg mikill prjónari eða eitthvað, ég meina, prjónagleðin er fyrir alla. Já, líka frábært að skrá sig það á námskeið. Já, og líka bara koma og sitja og spjalla og læra af öðrum og svo framvegis. Ég meina, það er engin, þú veist, við erum öll á okkar stað og við höfum allir sem byrja að prjóna á einhver tíman verið einhver staðar, á einhver stoppaður einhver staðar eða og svo framvegis. Þannig að það eru engi fordómar gagnvart neinu, þú veist, bara hvar þú veist í prjónaskapnum með handafinu eða hvað þú ert að gera eða hvað þér líkar
þetta er bara opin heimur. Og það líka allir sem prjóna svo, ég held ég geti fullyrt að allir sem prjóna finnst gaman að aðstoða eitthvað. Já. Ef ykkur spyr, ef þú ert líka fastur eða byrjandi, mætir með og sest, þá er alltaf eitthvað sem getur hjálpað. Já, alltaf. Það er allir til í að miðla. Já. Það er líka bara, það er alveg ótrúlega gaman og gefandi að upplifa það. Af því við finnum það svo sjálfar hvað þetta gefur okkur mikið þegar við erum að prjóna. Að maður er alltaf tilbúin til að miðla því áfram. Já, algjörlega. Og líka bara, þú veist, finnst ég nota þennan liti eða þennan eða þú veist, alls konar lita pælingar og svo framvegis. Þannig að það er bara, það er bara endalaust pláss. Þannig að ég bara hvet alla til þess að kíkja á okkur og bara til að, þú veist, það þarf ekki að stoppa alla helgina eða eitthvað. Það má bara koma á föstudeinum og vera bara á föstudeinum eða bara sunnudeginum eða hvernig sem það er, eða laugardeinum. Það er auðvitað mikið mest kannski að gerast á laugardeginum. Já. En það er líka bara rosa gott, hvað ég segja, góð stemming hérna dagana, sko. Já. Hvenær er þetta búið á sunnudeginum? Sko, Garðtorgið loka 2:00 og það er ekki, það gætu verið einhver námskeið eftir hádegi en það er svona, reynslan er svo að fólk fer svolítið mikið að tía sig bara svona upp úr hádegi á sunnudag. Já. Þannig að þá fer svona fjara svolítið út á Garðtorginu og námskeiðina klárast og kannski eitt fyrirlestur í hádeginu og eitthvað svoleiðis og svo kannski fer fólk síðast að rúnda á Garðtorginu og svo bara heim, sko. Það er líka ágætt, ég meina þú veist, það er náttúrulega margir búin að vera að vinna, þú veist, eins og þeir sem er að selja og svona, sögulega alveg búin að vera að vinna alla helgina, það er bara fínt að fólk komast heim. Nákvæmlega. Snemma og ég hef þá við hefum kannski frekar verið að horfa á að, eins og ég segja að færa, að þú veist, að byrja aðeins fyrr eins og þarna 5. og eins og hafa aðeins meira á föstudeginum, sko, þannig að þá einhvern veginn svona, það er meiri möguleiki til þess að tóðan að þanga heldur en þú veist, fram yfir helgina. Já, nákvæmlega. Af því að fólk er einhvern veginn bara, það er margir bara kannski teka sér frí á föstudegi en alltaf mæti vinna á mánudegi og svona. Já, einmitt. Og svona kannski fyrir þá sem að finnst kannski sem líða kannski ekkert of vel í svona kraða ekki, þá er kannski frábær tíma að mæta eftir hádegi á sunnudeginum. Já, þá myndi ég held að þá er sunnudegin bara frábær tíma á Garðtorginu. Já. Og þessi söðulegaðalar sem eru að koma, þeir eru náttúrulega bara alltaf rosa flottir, þeir eru ofsalega mikill metnaðir sem þeir leggja í básana sína og vörurnar sem þeir eru að selja, þannig að þetta er flott og það er alltaf nóg úrval og þannig að það er bara, það er aldrei á seint að koma, sko. Nei. Þannig að það er kannski svona eitthvað sem ég fann til dæmis að því nú er ég algjör byrjandi og þó ég sé kannski ekki skrifa uppskriftir, þá er ég bara í lópanum. Já. En eitthvað öðruvísi gat, þetta er allt rosalega nýtt fyrir mér. Já. Og á Garnival þá labbaði ég inn og þú veist, ætlaði bara svona, mér langaði að kaupa mér eitthvað annað en lóbál og vissi ekki svona, langaði bara að sjá, en ég kannski gerði mér ekki grein fyrir það var svo mikið af fólki, maður gæti aldrei tala við söðlu aðalega. Nei, einmitt. Þannig að þá var kannski hugsaði ég meint bara svona, og ég fekk til dæmis ég labbaði henni básni á Dóttur Dævörgs. Ég heyrði í henni, en ég sá hann ekki, hann svo mikið fólki og ég hugsaði bara, ég verð bara að kíkja á hana á Akureyri, því ég næ ekki að tala við hana hér. Nei, þannig að ef ykkur kannski er þannig, að þá væri flott að fara á sunnudegi. Ég held líka bara, algjörlega. Og það er auðvitað bara, sko, ég var í fyrst skipti á Garnival líka núna. Það? Já, ég var ég fór þetta að sagði hæ við þig. Já, ég veist með bæklingana. Einmitt, ég var að kynna einmitt prjónagleðina og sem var mjög gaman og þetta hentaði rosa vel, það var ofsalega margt fólk, þannig að ég gæti svona komið, þú veist, þessu korti sem ég á með, svona nefnt þetta við mjög marga. En ég held að margir, og stemmingin auðvitað er þarna, hún er allt öðruvísi á prjónagleðinu. Þarna er þetta alveg massíft margt fólk og söluöldinni selja rosa vel. Já. En að ná sambandi við kannski fólki sem framleiðir eða er að selja er ekki, þeir hvorki ná sambandi við þig sem kuna eða þú sem kunni við þá. Þetta er bara, og það er bara þetta konsept. Já. Og það er líka allt í lagi, þú veist, þetta er samt skemmtilegt, það er handagangur í eskjunni, þú sér það alveg fullt og þú veist, og hittir alveg fullt af fólki og bara rosa gaman, en prjónagleðinu bara, það er allt önnur stemming. Vegna þess að það er allt,
það náttúrulega fyrstulega færra fólk. Já. Við erum ekki að taka á móti 1000, við erum að taka á móti 100. Ok. Og og það fólk sem fólk þarna alla helgina, þú stendur á básniðinum eða þú ert gestur kannski alla helgina, þannig að þú ert kannski farin á Garðtorgi nokkru sinnum. Já. Og þá ertu bara svolítið að skoða og spá og spekulera og þú ert að spjalla við þennan litara eða þennan hönnuð og ákveður að þú ætlar að prjóna þetta og svo kaupir í gatn í það og skilur þú veist, þannig að þetta það miklu meiri tími og miklu meiri tengsl. Já. Og það kannski það sem að við viljum líka leggja áherslu á. Já. Að það skapist tengsl og geti skapast tengsl. Ok. Ég ekki að segja að það koma þetta rush hours, þú veist, þú veist, og það sem mjög margir og Þegar rúturnar koma frá Reykjavík. Já, til dæmis og bara þú veist svona að laugardagurinn bara mjög busy eftir hádegi, bara frá 2 til svona 5-6. Þá bara brjálega að gera. Einmitt. Og bara gott mál, af því að við viljum líka náttúrulega söluaðalarnir selja, því að þeir vilja náttúrulega ekki koma ár eftir ár ef það ekkert upp úr þess að hafa, sko. Þetta alveg talsverður tilkostnaður að þú veist, vera heila helgi keyra og þurfa að leigja sig gistingi og svona skilur, þannig að þetta alveg. En á móti kemur að þú fær líka eignast mjög mikið, held ég, að svona kannski tryggum viðskiptavinum getur eignast, þú kemst í svona persónulegt samband og eins með kennaran á nemendurna og svona, þú veist, þetta 3 tíma námskeið, við erum að tala námskeið sem kannski svona 6 til 12 og upp í 20 á, þannig að þetta engir brjálaga fjöldi og bara einhvern veginn, þetta bara, við keyrum svolítið á þetta, eigi bara að vera pínu heimilislegt líka. Og allir einhvern veginn að fá þá tilfinningu. Ok. Verður eitthvað með svona litanámskeið? Að lita garn? Handlita? Nei. Nei, ok. Ekki núna. Ok. En það verður, veit ég, á einu básnu verður eina sína, það verður svona eitthvað sko, show and tell, sem að framleiða sko íslenska jurtaliti til þess að selja í neytendapakningum. Ok. Og en það allavega ekki eins og staðan núna, en það ennþá talsvert tími til stefnu og það alls konar sem að dúkkar upp hjá mér svona sem ekki með miklu fyrirvara. Nei, ok. Þannig að það gæti alveg verið, það alveg hugsanlegt að ég nái að fá einhvern til að vera með til dæmis bara, einhverja svona sýningu á því hvernig maður litar eða eitthvað svoleiðis, en ég hrætt að vera ekki námskeið núna. Nei, ok. Ég bara fekk ekki kennari í það. Já, ég skil. Ok. Ég hlakka til að skoða námskeiðin. Því þetta svo gaman við handavinnuna. Þú getur alltaf lært eitthvað nýtt. Bara sama hvað búin að vera þessi mörg ár. Algjörlega. Það endalaust hægt að læra eitthvað nýtt. Einmitt. Þannig að það svona ef ég fæ eitthvað með mér þá vil ég 100% vera alla helgina. Já. Til einmitt að hafa hennan tíma en ef maður kannski einn þá kannski keyrir maður. Já. Kíkir aðeins. Já. En ég ætla klárlega að skoða þegar það komið inn á síðuna. Já, endilega. Það námskeið verið búið. En það sem að mér fannst svo magnað eins og við Garnival, það var svo risastór salur, en það var ekki þessi kliður. Tókst eftir því? Já, ég tók eftir því. Verður það eins og, ég veit ekki, allir hafi verið að því að það var teppa? Það var teppagólun og það teppagólun líka á Blönduósi. Þannig að það verður ekki svona, hljóðvistin verður held ég bara fín. Já, af því mér fannst svo oft, finnst mér sko í svona margmenni það verður svo mikið svona kliður og það var erfitt. Já, maður verður svo þreyttur. Sérstaklega þegar maður er að taka erfiðar ákvarðanir. Já, dýrar. Mér fannst það svo magnað. Hvað það var svona róleg og notaleg stemning. Já, ég er alveg sammála. Þannig að það verður gaman að sjá ef það er. Já, við erum líka með sko bakspjöld í básónum. Já, ok. Við svona, ég ákvað það þegar ég byrjaði að vera með svona sýningakerfi, bara svona til að hafa svolítið svona utanumhald þetta. Já. En svo núna þegar ég er búin að fara á Garnival, þá sé ég að það er kannski alls ekkert nauðsynlegt. Nei. En þá er ég náttúrulega, búin að taka þessu ákvörðun og ganga frá því að það yrði núna, en ég er alveg til í að, þú veist, ég er alltaf til í að spá í og breyta. En það hjálpa líka til svona við hljóðvistina aðeins, að þetta er ekki bara svona eitt geimur. En salurinn náttúrulega Blönduósi heldur minni. Já. Og við erum líka með kaffihús inn í salum.
Ok. og höfum verið og það svona, eiginlega Garðtorgið svona hjartaháttíðanar Já. og það er náttúrulega bara, við erum með þar allavega set pláss fyrir 100 manns. Já, í sætum Já, á kaffehúsinu. já. Ok. Og ég hugsa að ég verði með annan sal líka í Íþróttahúsinu þar sem fólk getur sest niður. Já. Af því ég held bara Stífur Vest trekki það mikið að við þurfum að laugardaginu sérstaklega að vera kannski með meira pláss þar sem fólk getur svolítið bara setið og í róleitum. 100%. En svo líka eins og að Garnival, ég man að ég hafði ekki eins og tíma til að skoða hvar var þetta að setast því ég mætti rúmlega 2 Já. og ég var til 5 sko. Já. Þannig að ef það er ykkur eins og ég sem ætla bara að kíkja þá myndi ég mæta snemma. Já. Af því það er betra að fara þá fyrir og hafa tíma í staðan fyrir að ég fór bara því það var að loka. Ég hefði alveg þóla klukkutími viðbót. Já. Já, við opnatíminn á föstudeginum frá 4 til 6. Já. Á laugardaginn er frá 11 til 6. Já. Og á sunnudaginn verður sennilega frá 11 til 2. Ok. Og þannig að það er alveg góð tími ef fólk er mætt á svæðið og þetta þeir sem eru alla helgina auðvitað koma hana marga oft. En já, en eitt sem ég ætlaði líka að segja varandi að því að með prjónaarböndin, þau eru keypt á netinu og fólk getur nálgast þau eru svo afhent á staðnum bara gegn kvittun. Er ekki að kaupa á staðnum? Jú, það verður vonandi hægt. Það fyrir eftir bara hvað selst mikið. Það er alveg, þú veist, við erum búin að selja núna þegar við erum að tala saman, þá er lok mars og ég er búin að selja 140 og ég kem ekki fleirum í salin en 300 til að hlusta á hann, skilurðu. Já. Þannig að ég svona, já, ég veit ekki, það getur vel verið að bara þeir eru uppselt á Stífur Vest að þá bara lækkum við verðin á arböndunum og fólk geti þá, þú veist, ég ætla að komast á hina fyrirlestunana, skilur. Já. En nú er ég að segja eitthvað sem er ekki ennþá alveg ákveðið af því að það er ennþá einhver tími til stefnu. En ég ætla að segja það allavega þessi arbönd verða afhent frá klukkan 1 í íþróttum á föstudeginu 5. í íþróttamiðstöðinni, bara í andirinu þar. Já. En fólk getur komið að sækja arböndi sín og kaupa þau líka ef að þau verða ennþá til. Já. Þannig að en ég mæli með því að fólk bara kaupi þau á netinu til að vera alveg viss. Ef þið ætlar að fara á fyrirlesturna. Já, sérstaklega ef þið ætlar að komast að föstudagskvöldinu. Já, algjörlega. Ok. Þannig að það er alveg. Og það heima síðan er það er bara prjónagleði.is. Ok. Þannig að endilega já, kíkja þá á það. Og þetta er 300 manns í salin. Hvernig, er það bara í salin sem hann er í? Já, það er bara í bara félagsheimilu, það er bara stærsti salurinn sem við höfum á Blönduósi, fyrir utan íþróttasalinn. Ok. Þannig komum við, svona rúmlega 300 manns í sæti til þess að hlusta á hann. Þannig að þú veist að fólk þurfi ekki alveg að vera í klessu, sko. Þannig að, já, ég meina ef við erum alltaf að slá öll með bara með því að vera með 300, við höfum verið svona kannski, við höfum selt 180 mest af svona arböndum. En við höfum alveg verið með, við mátum það til dæmis 24 þegar ég á síðast með prjónagleðina, við höfum verið með þarna milli 450 og 500 manns á svæðinu á Blönduósi þessa helgi. Já. Þannig að ég hugsa að það hafa ekki nú eitthvað núna. 100% líka því hátíðin er 10 ára og þeir eru, ég var með hana Heru daginn í þætti hjá mér og hún var að segja mér að það er þetta bæði prjón og hekla þrýyrningana. Já, ég fekk þar, mér langaði svo til að svona fá fleiri til að undirbúa hátíðina með mér, bara svona og það frá upphafi nú þarf ég alltaf að fara að segja einhverju sögur svona hvernig þetta bara hvernig sögur við viljum heyra þér. Já, en þegar prjónagleðin var að byrja þá voru prjónakonur á Blönduósi rosa duglegar að hittast og prjóna svona skreitingar á ljósastaurana í bænum. Já. Þannig að það er til að fullta svona prjónagraffi sem hefur alltaf verið sett upp fyrir prjónagleðina og verður líka núna og það er alltaf úti en mér langaði svo til þess
Það hefur ekkert verið mikið gert nýtt af því og mér langaði svona til að kannski fá sem flesta með, þannig að ég fekk þær hjá Textilbarnum, Hrafnhildi Hildigunni og Heru Já. hjá Flóð og Fjöru til þess að setja saman leiðbeiningar af svona veifum sem væri annarkoð þetta prjóna eða hekla og svona afmælisveifum sem við svo bara þræðum upp á bönd og hengjum bara innanhús, í íþróttahúsinu, í þar sem námskeiðin eru, í skólanum, á kaffihúsinu, í félagsheimilinu. Og þannig að ég bara vona að fólk sé að nýta sér þetta leiðbeiningar til að losa sig upp afgangana sína. Ég búin að vera húgt á þessu, ég held að ég búin að prjóna yfir 50 eða 60 veifur. Vá, ok. Og maður er svona rúman klukkutíma, ég kannski rúman klukkutíma hverja. Já. Það étur upp afganga. Einmitt. Og minnst bara geggja gaman. Það eru svo, ég er náttúrulega aðeins alltaf að spá í litin og gatnið og svona, velta einhverju fyrir mér af því ég vil hafa þær allar svolítið svona einhvern veginn spes, hver og ein. Ég er mikið að vinna með röndótt, ég er svolítið röndótt. Já. En og svo ef þú prjónar veifu, þá getur þú skilað henni að því að það er gott fyrir okkur að fá hana fyrir hátíðina, svo við getum bara græjað og verið búin að skreita þegar fólk kemur. Já. Og þannig að það er hægt að skila þeim hjá þeim í Textilbarnum og hjá Heru í Flóð og Fjöru. Ok. Og það er hægt að skila þeim í Garnigangi á Akureyri. Já. Og á Hárgreiðslustofu Þórdísar á Blönduósi og svo maður bara senda þær í pósti til mín líka. Ok. Eða koma með þær hendi mín. Já. Þannig að það er alveg hægt að koma Já, eða bara hafa samband og þá bara finnum við eitthvað út úr því og ég er ofta komin til Reykjavíkur, ég get alveg sótt eða einhvern veginn, bara ekki hika ef þið hafa áhuga á þessu. Já. Þetta er alveg svona, þetta er svolítið svona, þetta hreinsa svolítið, ekki tala um að hreinsa pallettuna aðeins svona áður en maður byrjar á næsta eða eitthvað, það er bara... Já. Ég held að það sé líka útrúlega gaman að koma og sjá, hei, það er mín. Já, eða mitt band, ef kannski gerir 10 veifur eða eitthvað og setur þeirra band. Þáttu þessa veifu, þessi flögg hana. Einmitt. Þannig að ég er rosa spennt að sjá hvernig þetta kemur út. Það er alltaf gaman að gera eitthvað svona. Já. Það haldið utanum? Veistu hvað þau eru komin með margar? Nei, sem ég kom með í hendur eru kannski svona 100. Já, ok. En svo veit ég alveg að fullt af fólki sem er að prjóna. Já. Og vonandi bara streyma þær að í maí. Þá fyrir við að safna saman og hóa þeim saman og látum vita bara á netmiðlunum hvert er hægt að koma þeim. Ef ykkur eru að hlusta og langar að prjóna, er það hægt að fá uppskriftina? Já, leiðbeiningarnar eru inn á heimasíðunni hjá okkur hjá prjónugleðinni og líka hjá Flóð og Fjöru eða Textilbarnum. Þær eru allstaðar þarna. Og það er auðvitað bara ókeypis og það er bara að segja svolítið frá verkefninu. Já, og bæði hægt að prjóna og hekla. Já. Þannig að hvetjum ykkur til að kíkja á það og viljið ekki líka, er prjónagleðin með Instagram? Já, það heitir Iceland Knit Fest. Já, Iceland Knit Fest. Já, það var einhver sem var komið með prjónagleði þegar við byrjuðum. Já, ok. Og þannig að, en við erum með Iceland Knit Fest og náttúrulega prjónagleði á Facebook. Já, ok. Og en eins og ef fólk er að prjóna, er þið þá, vilja fólk taka ykkur? Endilega. Er það ekki? Jú, eins líka bara með sjalaprjónið og svona bara endilega. Náttúrulega við græðum mest á því að hafa miðlana virka. Já. Og ég verð alveg að játa það að mér finnst það stundum svolítið, það er alveg vex mér stundum í augum að framlega þetta, búa til þetta kynningarefni fyrir samfélagsmiðlana. Það tekur rosalega tíma, en ég hef alveg að því að við höfum ákveðið þetta sé svona pínu heimilislegt, þá líka hef ég alveg sætt mig við það að hvort sem það eru ríl eða póstar eða vídeo, þá er þetta ekki fullkomið, þetta er bara svolítið svona heimilislegt. Og þannig er líka prjónið? Ná, það er nefnilega málið. Þannig að við erum ekkert í einhverju rosa professional þannig, en við viljum þetta, það er gríðlega metnaður í samt skipulaginu og þessi hátíð sé standi fyrir sínu og standi undir væntingum og fólk fá eitthvað út úr því að koma. Það skiptur okkur rosa miklu máli. Einmitt. Hvernig voru rúturnar nýttar í fyrra? Var ekki alveg?
Ég veit bara ekki að nákvæmlega Nei, hvað þú komu varst margir, ekki nei, ég fyrra, var ekki, já. en það kom sko fyrsta ári sem ég var með þessar rútuferði komu örgulega tæplega 40 og árið eftir eitthvað aðeins færri Ok, og og við skulum bara sjá, ég meina ég bara byrja að selja eitthvað x mörg sæti og ef að sú rúta fyllist þá bara fæ ég með stærri rút, þú veist, það er bara þannig, þú veist. já, það er hægt að kaupa rútufarið á síðunni. Já, það verður Ok. bara selt á vefsíðunni. Ok, Þannig að og það inn í því verður örgulega verður arband fyrir daginn, þannig að það er þess að komur rútunni getur farið á fyrirlestra dagsins. já, Og hún ætti að vera komin líka svo snemma rútan að fólk geti farið á eitt námskeið eftir hádegið ef einhver hefur áhuga á því. Við einmitt. byrjum 4:30 eftir hádegið og eru til 4:30 og svona rútan hefur verið að koma kannski í hús til okkar svona 12 og fara bara klukkan 6. Já, Þannig að fólk hefur alveg hana frá 12 til 6. ok. Og það hefur verið rosa stuð í þessum rútuferðum, veit ég. Já. Ægilega gaman. Ég trúi ekki að prjóna alla ferðina. Nákvæmlega, fram og tilbaka, leggist það klukkan 8 frá Reykjavík og bara prjóna allavega norður, aftur suður, bara Nákvæmlega. gæti ekki verið betra. Nei, það er bara algjör draumur. Já, ég einmitt, Hvað er þetta sætaferðir? Það var alltaf farið á sætaferðir á böll hérna eins og þegar maður, þú veist, í sveitinni, sko. Já, Bara, þá fór maður, þú veist, tók maður út í Varmalíu og fór í sætaferð, með sætaferð á Ball á Blönduósi kannski, þú veist, og það var rútur sem voru að keyra úlingana á böllin. já, ég hef heyrt þetta, já, sætaferðir. Þetta er löngu hætt. Já, Já, þess að krúllegt orð. já sætaferðir, já. Já, maður kannski kaupir sér eitt svo leiðis. Sé til hvort maður nægir að smala saman í eitthvað, Já, maður gera. í eitthvað hóp. En svona fyrir utan Stephen West, Já. eitthvað annað sem verður öðruvísi í ár? Eða er hátíðin yfirleitt svona, Sko það er kannski ekki, það er engar rosa breytingar, hún verður náttúrulega kannski bara svona stærri já, og það eru fleiri básar til dæmis á Garðtorginu og þess að veif ég kannski meira að reyna að innvinkla fólk og vonandi bara verða námskeiðinu vel sótt og svo framvegis. Þetta er svona takmark hvað maður getur í raun og veru boðið upp á margt. já, húsnæði býður náttúrulega. Já, bæði húsnæði og svo líka bara af því að við erum ekki að tala um að við séum með fleiri 1000 mann, skilur Nei. þú veist, þannig að við erum að tala um, en við erum samt orðin það mörg að, þú veist, ég er löngu búin að breyta því að einu sinni var prjónagleðin bara svona línuleg dagskrá að þú þurftir að geta gert það allt sem var í boði, skilur þú, Já, af því að það voru kannski svo fáir að þú veist, það voru kannski bara 100 mann sem mættu og þá var þýtt að geta vera með námskeið og fyrirlestra á sama tíma því að ef þú fórst á námskeið þá mistur að hinn, skiluru, já, en eftir þessum að þetta fleiri koma þá þurfum við náttúrulega að hafa fleira í boði og að það þurfi flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, einmitt. svona næstu í hvenær sem er. Bara Og sem maður bara tónlistarhátíð. Já, svolítið kannski. Já, En ég held að það hefur bara alveg tekist og svo náttúrulega bara, ég meina það er sundlegu hérna á staðnum Já. og það er líka, ég meina það er til dæmis á Blönduósi er eina ullaþvottastöðin á Íslandi og Ok. sem er ullaþvottastöð Ístex sem er í hún er raun, í Blönduósi? já, Ok, ég vissi ekki. sem er í raun og verið svona fjöregg svolítið íslenskrar ullaframleiðslu vegna þess að það eru mjög fáar ullaþvottastöðvar í Evrópu. Þannig að ef hún væri ekki þá þurfti að senda alla ull sem er framleitt á Íslandi til erlendis, til dæmis til Bretlands, til Bradford eða Tyrklands eða Ítalíu til að láta þvona og taka hann svo aftur heim til að vinna úr henni. Ok. Þannig að Ístex og það hefur alltaf verið ullaþvottastöð í tengslum við svona ullariðnaðinn á Íslandi sem betur fer og það er ennþá. Ég átta mig ekki á þessu fyrir svona 5 árum hvað þetta skiptir miklu máli. Já, Vegna þess bara í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og mjög víða nema kannski það sem eru þessar litlu verksmiðjur eins og til dæmis bara í Uppspuna eða Gílhaga þeir sem eru að framleiða svona smáspuna verksmiðjur til dæmis. já, Þær eru með sinnþvott, náttúrulega bara mjög litlar einingar, já. vinna með svo lítið í einu, en bara almennt það sem er verið að framlega það bara senda hana úr landi til að þvo hana og taka hana svo aftur til að vinna hana. Vá, þetta vissi ég ekki. Og það er til dæmis verið að loka núna, veit ég,
síðustu ullarþvottastöðin í Portúgal til dæmis, skilur við. Já. Og það er náttúrulega mikil ullarframleiðslu í Portúgal. Mhm. Og þannig að sko ég fór til dæmis í Noregi, það er ullarverksmiðja þar sem heitir Hillesvog, sem að framleiði mjög mikið af svona ullargatni, en þeir eru með eigin þvottastöð sem þvær bara fyrir svona þeirra ull svona, en framleiðslan á þessum stöðum er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem er framleitt á Ístex til dæmis. Nei, einmitt. Þannig að það er alltaf á föstudeginum er hægt að komast í skoðanaferð í ullarþvottastöðina, sem er ótrúlega skemmtilegt. Ég mæli svo innilega með að fara. Vá, mér langar að sjá það. Þá er seint að koma sætaferðinni. Já, ok. Og svo er líka blöndu sér heimilsiðnaðarsafn. Já. Og þar er sem sagt, þetta er svona eina sértæka textílsafnið á Íslandi. Þar er sem sagt verið að safna textíl. Og þar er safn kostur mikið til byggður á safni sem að hún Halldóra Bjarnadóttir sem var hvað ég að segja, hún var skólastjóri Kvennaskólans á Blönduósi. Hún safnaði textíl, hún var allra kerlinga elst á Íslandi, með minna hún hafa verið 106 ára eða eitthvað. Okay. Og bara þegar ég var stelpa þá var hún, þú veist, elsta konan á Íslandi. Já. Og það byggir mjög mikið á hennar safni og það er náttúrulega opið alla helgina og vonandi verið búið að opna sumarsýninguna, það er alltaf einhver textilsýning sérstök. Okay. Þannig að og svo er Textimiðstöð Íslands líka staðsett á Blönduósi sem er svona þróunar miðstöð fyrir textíl á Íslandi og það er svona textillab sem er svona stafræn smiðja með stafrænu vefstólum og prjónavél og ýmsu og ég vona að við getum boðið upp í hús þar líka. Okay. Þannig að það er, Blönduós er mikill textilbær og mjög mikill landbúnaðar, mikill sauðfjárrækt í kring, þannig að það stendur okkur rosa nálagt að vera að vinna með og bara vera með þessa hátíð og það þótti náttúrulega bara mjög sjálfsagt að hún væri á Blönduósi bara út af þessu. Já. Til að byrja með. Einmitt. Hún er líka svolítið svona skemmtilega staðsett að því hún er alveg þokkalega miðsvæðis fyrir svona allavega helmingin á landinu. Já. Ekki bara í Reykjavík. Nei, einmitt. Nei, og auðvitað það bara oft skapast allt öðruvísi stemming einhverstaðar eða komin út úr bænum. Já. Þá er fólki svona á sama stað. Já. Það fara ekki allir heim til sín á kvöldin, skilur þú veist, það er einhvern veginn oft auðveldara. Ég þekki þetta svolítið út frá bara svona íþróttamótum og landsmótum og úlingalandsmótum og svona. Það er bara allt önnur stemming þau eru haldin í Kópavogi eða þau eru haldin á Sauðárkróki. Já, einmitt. Það er bara þannig. Já, það er þannig. Og auðvitað væri frábært að væri meiri gisting í boði og allt það en þá bara segja eins og ég sagði þaðan að það er gisting allt í kring. Einmitt. Og þó þú þurfur að keyra í hálftíma 40 mínútur þá er það bara allt í þú veist, þá ekki láta það stoppa þig eða einmitt, verið í tjaldi verið í tjaldi eða, já hvað er næsta tjaldsvæði ef það er fullt á það Blönduósi? Er í Varmahlíð frábært tjaldstæði það er ég held að það sé tjaldstæði á Skagaströnd það er líka í Húnaveri Hvammstanga ég þekki ekki alveg nógu vel svona, þú veist, hvort það er svona einhver staðar í tengslu við einhverja, þú veist, sveitagistingu eða eitthvað þannig. Nei, einmitt. En já. Helstu. Já. Ok, en hvernig er með eins og mat? Þeir sem koma með rútum, þurfa að mæta með nesti eða er einhver svona matarvagnar eða veitingastæðir? Það er náttúrulega veitingastæðir á Blönduósi, nokkrir, og svo er ég vildi alltaf kaffihús á á Prjónatorginu, á Skatttorginu. Það er kaffihús og það sem er hægt að kaupa sér bæði eitthvað ósætt og sætt. Já, eins og samlokur og bara kannski súpu þess vegna og svo er kannski hægt að fá tertusneið og kaffi eða eitthvað. Já, ok. Þannig að það hefur alltaf verið eitthvað þannig. Ok, þetta er ekki bara kaffibolli og hitt? Nei, það verður hægt að fá eitthvað meira og þannig. Ok, frábært. Finnst þér, nú ert þú búin að vera með þetta í 5 ára, það ekki? Jú, þetta er 5. skiptið mitt. Finnst þér sama fólk vera að koma aftur eða finnst þér vera
mikil endurnýjing eða hvernig, ertu búin að taka eitthvað eftir því? Það sama fólk að koma aftur og aftur og svo alltaf að bætast við. Já, það ekki svona? Jú, það þannig og það alveg geggjað, þú veist, það bara, ég hitt á Garnival hérna, systur sem eru búin að koma í hvert einn skipti sem ég hef verið allavega. Já. Og og svo bara alltaf að koma nýjar og nýjar, sko. Einmitt. Og það er beauty í þessu, sko. Maður náttúrulega bara kynnist rosa mörgum og þannig að og svo gaman að sjá sömu andlitin aftur og aftur og þá veit maður að þú veist að þetta er eitthvað sem að fólk er að njóta og það er einhvern veginn bara verður bara þú veist, við höfum alveg verið óheppin með veður eða þannig, þú veist, það hefur verið ekkert aðeinslegt veður og náttúrulega bæði fyrra og hitti fyrra og náttúrulega gerðum bara hríð þarna fyrstu vikuna í júní en það var einhvern veginn engin bilbugur af fólk bara kemur og það er bara gaman og það nýtur þess að vera. Það er bara kósi að próna Já, bara, þú veist, það er bara ekkert að því. Einmitt. En það þetta rosa kósi líka ef það er sól og blíða og hægt að sitja úti og þú veist, þess að vera, græða einhverja lautaferðir eða eitthvað, þú veist, þess vegna. Einmitt. Já, vonandi verður bara gott við það núna. Já, ég held að við séum að fá bara núna páskarhret og síðan bara brestur á brjála vor. Sko, þegar við gefum út innan þátt, þá vona ég svo sannarlega verði komið vor. Já. Þessi hret er búin. Já, herði, erum við ekki búin að fara yfir svona mest? Jú, ég held að við séum búin að svona kofera mest af þessu, auðvitað eitthvað sem gleymist og en það er bara það sem mér finnst svo frábært núna er að hvað bæði heima fólk og bara sveitafélagið og það er allir orðnir svo sko prjónagleðin það þykir allir svo vænt þessa hátíð og hún skiptir orðið svo miklu máli fyrir bara Húnabyggð og Blönduós og svæðið bara að því að við erum að fá svo mikið að gestum, við erum að fá svo jákvæða umfjöllun og þetta er svo bara skemmtilega, skapa svo skemmtilega ímynd fyrir svæðið og og svo náttúrulega bara allt þetta fólk sem kemur, söluaðilarnir, kennararnir, fyrirlesararnir, sjálfboðaliðarnir, þetta náttúrulega byggist á því að það er fullt af fólki sem til að gera alls konar skemmtilega hluti og taka þátt í þessu með okkur og leggja sér fram og að metnaði, gefa af sér og þú veist, það er þetta það sem er svo að skila sér til þeirra sem koma, skilurðu. Já. Þú veist að það eru allir þarna af því þeim finnst það skemmtilegt. Nákvæmlega. Og það er bara dásanlegt. Þetta er bara forréttindi að vinna við þetta. Ég verð bara að segja það. Já. Ég er ekki sem ég sleppi þessu starfi. Nei, er það? Nei, ég held ekki bili. Ekki aftur. Nei. Getur þú svona valið eitthvað sem er skemmtilegst við þetta, þú svona stoltust af við að halda þessa hátíð? Já, ég veit það ekki. Ég held að sé bara þetta sem ég var að nefna bara, þú veist, þessi sameiginlegi kraftur og gleði sem verður til. Já. Og það hefur þetta verið draumurinn kannski, þú veist, að fá fleiri erlenda gesti og svo framvegis og maður hefur stundum verið svolítið svona, ég hef stundum verið svolítið bara, ég þurfti að gera meira, þú veist, að vera með fleiri námskeið á ensku eða gera eitthvað, þú veist, meira kynningarefni á ensku og reyna að fá sér flest, en máli er það að bæði annar svæðið í kannski ekki, þú veist, það er, ef öll gistingi er hvað sem er full og svæðið er, þú veist, þannig, þá þolum við ekkert mikið að fá einhvern rosa straum af útlendingum, þú veist, allir velkomnir samt, ég er ekki að segja það en ég er svona slakað svolítið á þessari kröfu bæði til sjálfar mín og hátíðina, hún sé kannski eitthvað rosa alþjóðleg vegna þess að við erum bara ennþá að vinna í íslenska markhópnum okkar. Við erum ennþá að bara telja fólk og bara, þú veist, hvetja fólk til að koma, þú veist, fólki sem býr á Íslandi, alla prjónara og handhafinni fólk á Íslandi til að koma og njóta með okkur. Og og það er náttúrulega bara þú veist, það er það sem er skemmtilegast, það er bara að finna hvað fólki finnst gaman og hvað fólk er að njóta þess að vera. Algjörlega. Mér finnst það, bara að sjá þessi brosandi andlit og vita að fólk fer heim með bara fullt af dásanlegum minningum, skemmtilegum og fullt af gatni og bara Ég týni alltaf orðinu inspired á íslensku. Já. Innblástur. Já. Og svo fer heim
fullur af innblæstri eftir þessi svona hátíði. Já, algjörlega. Já, er það ekki? Ég held að það hljóta að gerast. Bara miðað við þegar maður lappar út úr garðbúð með fulla poka, Já. þá er maður bara, ég get bara gert allt sem ég vil með þetta gallina. Þannig ég get ímyndað mér Þú fyrir bara að fara líka heim með, þú veist, nýja vini og kunningja, þú veist, einhver sambönd við eitthvað fólk og bara eitthvað nýtt, sko. Og þú ferð á námskeið, þá ertu líka með nýja þekkingu. Já, og þú ert búin að deila einhverju sem að gefa af þér og þú veist, það er einhvern veginn, já, þetta er bara ótrúlega mikið svona gagnkvæm samskipti og bara samskipti að því að við erum þetta mikið á okkar samskiptum prjónari er í gegnum samfélagsmiðla og tölvur og svona og það er náttúrulega svo geggjað að hittast. Já. Það kemur ekkert í staðin fyrir það. Nei, það gerir það ekki. Að bara sjá manneskjuna sem þú kannski, minna það er margir orðnir bara vinir í gegnum netið, en að hitta svo manneskjuna og þú veist, og drekka með henni kaffi og prjóna saman og svona, þú veist, ég menna það er bara æði. Já, það er allt annað, það er það. Já. Og myndar svona dýpri tengsl. Algjörlega. Já, og þar með verða líka samskiptin þar á eftir allt öðruvísi, skilurðu. Þá eru þið búin að einhvern veginn búin að deila þessu. Já, ég hlakka mikið til að koma. Já, það verður frábært að fá þig. Já, en áður við byrjum að taka upp, þá sagðir þú mér eitthvað sem ég vissi ekki. Þú ert með svona YouTube þætti, þú ásamt fleirum. Já, við erum 3 ár saman. Ertu til að segja mér aðeins frá því? Ég bara trú ekki, ég hef ekki vitað. Nei, og það er komin úr 37 þættir. 37 þættir? Herðu, já, við hérna, ég man ekki hvernig við byrjum 2021, minnum mig. Já, það er COVID. 2020, já. Þetta brennur saman í þessu COVID. Já, þetta gerir það, en skiptir ekki máli. Við erum þess 3 góða vinkonur sem búum í Skagafirði, búum allar svona bara í, 10-12 kilometra radíus. Já. Og hérna ákvaðum að fara að stað með svona YouTube þátt. Þá var aðeins fleiri í gang, eða þú veist, það voru fleiri íslenskir að hérna með svona þætti en hérna núna er að koma aftur og tímabili voru það eiginlega bara við en allavega þá heita þessi þættir band og bækur. Já. Og við erum allar að prjóna og við höfum allar áhuga að lesa og lesa bækur og það er svo fínt líka að tala bækur og þú veist, oft er maður líka bæði að hlusta og prjóna til dæmis. Og þannig að hérna þessi áhugamál fara rosa vel saman. Já, en við hittumst 3 alltaf heima hjá hver annari svona bara eins og gengur og gerist. Þetta er mjög óreglulegt og það er alveg ótrúlega hvað getur verið erfitt fyrir 3 konur að hittast á einum stað. Ég veit það. Við hittum sko 30. desember og gerðum þátt og síðan náttúrulega stóð til að gera þátt fljótlega en það var ekki fyrir en síðustu helgi núna bara í 22. mars sem við höfðum allar tíma sömu helgina til að vera saman í 2-3 klukktíma. Það eru ferðalög og það er vinnan og það eru veikindi og þú veist það er bara alltaf eitthvað. Þannig að hérna og það er bara eins og við mannum alltaf þegar við hittumst þá bara kviknar á okkur og við bara tölum og við erum þetta að sína og segja frá og spá og spekulera og segja sögur og hlæja og þú veist þetta er bara okkur finnst svo gaman að hittast. Já. Og svo er náttúrulega bara rosa gaman að heyra líka og fá eins og Garnivól kom bara til mig konur sem ég hef aldrei séð og bara mér er svo gaman að hlusta á okkur og horfa á okkur og þetta er svo mikið félagskapur og svona og þannig að það er líka ótrúlega gaman. Já, einmitt, ég trúi því. Og þið eruð í mynd? Við erum í mynd. Já. Ok, ég bara er ennþá að melta þessu. En þá á ég núna inni, hvað er 37 þætti? Já. Það er bara, já, þetta er bara eins og sápópera. Ég nefnilega, mér finnst meira svona kósí að hlusta hljóðbók heldur en að horfa. Já, einmitt. En þá er oft líka gaman að bara hlusta á okkur svona. Já, það má alveg sko. Það má líka alveg hlusta og annars að vera að horfa á okkur sem kannski, ég menna, þú veist, eftir 37 þætti er náttúrulega ekkert ósælt einhverju sem kunni með leið að horfa á okkur. Nei, ég meina, en
Ef engin myndin að hlusta þá væri þið sennilega ekki ennþá að þessu. Nei, það er alls ekki þannig. Þetta er bara mjög gefandi og gaman bara og þú veist, við erum ekkert að hætta þessu, við svona stefnum á að vera með svona 6 þætti á ári. Já. Og erum bara glaðir að við náum því. Já. Og það er alveg að tekist alveg hingað til og stundum kemur meira. Einmitt. Það er bara flott markmið. Það er ekkert grín að það er svona ákvað við núna Tinna bara aðeins að hún ætlar að fá einbjörnstöður svo skólanum. Já. Og ég er þá bara að fá aðra í viðtöl ef við ætlum að láta þetta ganga. Já, með Lykkjufellið. Ég mitt var að segja frá Lykkjufellinu í síðasta þætti vegna þess að það var ekki fyrir neila þú hafði samband við mig. Já. Sem ég fór eitthvað að skoða hvað þetta var vegna þess að ég hafði svona, heyrði eitthvað búin að þú veist sjá út undan mér en ekki skoða nánar. Já. En svo núna Magnea Arnar líka með á YouTube. Einmitt. Og Inga Matt er ein. Já, ég var einmitt að sjá eitthvað það á Instagram. Já, hún er með á YouTube og svo held ég Helga Arnar sé líka byrjuð aftur. Ok, hvað var hún með? Hún er líka með hún var rosa dugleg og gerði alveg bara fleiri undir þætti næstu, nei, kannski ekki, en hún gerði alveg fullt af þáttum á tímabili og var einmitt í þessu þegar við vorum að byrja. Þannig að hún er á Akranesi, Inga er á Akureyri. Já. Svo er náttúrulega Sveina og ég í Síkarn í gangi, þær eru alltaf að taka alltaf upp öðru hvoru líka. Þannig að það er alveg slatti og svo kemur Lykkjufellið, þannig að það er alveg efnisgerð í gangi í prjónaskap. Sko það er svo, veistu það, einmitt, þegar ég opnaði bara Instagram aðgangi minn, Knittur from Iceland 2023, ég reyndar að opna hann 22, þorði ekki að byrja, að ég bara vissi ekki, það bara opnaðist bara nýr heimur fyrir mér. Ég vissi ekki af bara öllum þessum hönnum, handliturum og núna er ég að heyra og læra alltaf að það er líka einhverjir sem er að gefa út efni á YouTube. Já, einmitt. Sko maður er nefnilega svo lokað stundum, mann finnst einhvern veginn eins og allir viti, þú veist, og ég til dæmis á Garnival var ég alveg það vita allir á prjónaklæðin en það er bara ekki þannig, skilurðu. Fólk hefur kannski heyrt og alveg svo ég með Lykkjufellið fólk heyrt eitthvað þetta heldur kannski þetta sé bara einhver svona ekkert illa meint en einhver prjónahelgi þar sem einhver 40-50 konur eða fólk er að hittast sko. Fyrir ekki að ég tala konur það er bara prjónafólk, en þetta er bara svo nýlega en jú, það er að koma alltaf það er náttúrulega fleiri og fleiri og það bætast við bara það eru öll að prjóna, öll kýna prjóna og það væri bara mjög gaman að sjá fleiri en þetta er sem sagt allt annað en það, þetta er bara þetta er bara hátíð, það sem er bara fullt af fólki og fullt af dagskrá og svona, þannig að það er svolítið öðruvísi og ég hitti fullt af fólki mitt á Garnival sem að bara vissi ekki prjónagleðina. Vá, ég er nefnilega einmitt, af því þegar ég sá þig þarna þá hugsaði ég bara svona þarf þú að vera að auglýsa hvað er þú að gera hér? Það að því ég held bara að þetta væri eitthvað risastórt sem allir vissi af en það er greinilega ekki Nei, ekki, þú veist, það er þetta, ég meina við erum með 3000 fylgjendur á Instagram sem er alveg slatta en svo þetta veit maður ekki og við höfum alltaf fengið núna rosa góða mikið áhrif út af Stephen West því hann er alltaf svolítið að deila líka og svona þannig að maður þarf þetta og kannski þarf ég líka bara að huga betur á því að setja inn meiri upplýsingar bara hvað prjónaklæðin er og svona þú veist, það er náttúrulega endalaust hægt að bæta við og bæta í og allt það en ég menna við líka, ég menna þú veist, við ráðum kannski ekki við heldur eitthvað Garnival fjöldan skilur, það er ekki endilega markmiðið. Nei, einmitt, þetta er bara öðruvísi hátíð. Já, þetta er bara öðruvísi hátíð og bara, en við viljum þetta bara sjá sem flesta því að þetta bara er mjög gaman. Já, einmitt, og þetta er líka kannski ég man til dæmis þegar ég hef vissi ekkert af þessu fyrir bara ég opnaði 2023 þá eða 4 eða eitthvað og það sem ég hugsaði fyrst var bara svona þetta er bara fyrir svona einhverjar alvöru prjónakonur nákvæmlega þessar allra hörðustu sem kunnast en þær eru bara, við erum orðnar svo margar sem erum allra hörðastar jafnvel líka þó þessu nýbyrjaðar skilur þannig að þetta snýst ekki það þú veist, þetta er bara ekki lengur og maður sá það líka á Garnival það var bara alls konar fólk það er ekki bara einmitt þetta er bara alls konar fólk þannig að það er alveg líka og maður má ekki vera að ég myndi vera að ræða við hana Heru hjá Flóð og Fjöru lífið er of stutt til að
gera ekki það sem maður langar þó þú sést ein, farðu í sætaferðina. Nákvæmlega. Veist, Já, og það verða mjög líklega einhverjarna sem þú kannast við, einhver andlit sem þú hefur séð og bara þó að vera ekki annað ef þú sér mig, sko, ef þið sjáum mig þá bara komi og knúsi mig, sko. Þú veist, ég þarf virkilega á því að halda þessa helgi að fá pínu auka orku, sko. Þannig að þetta, já, það er bara komið og njótið þess og það er líka, þú veist, ég ætla líka bara að benda á eins og til dæmis við sem búum út á landi að það er þetta stundum fer maður að hugsa svolítið þú veist, eru við prjónarar bara komnir í þessa neyslu, þú veist, með að kaupa og eiga, þú veist, eru við komnir í ofneysluna þarna og ég held að við svo sem, þú veist, maður sé alveg stundum á svolítið á grensunni, þú veist, með það að, þú veist, að það er alveg, þú veist, að því að maður kannski vill heldur ekki að ég allavega þannig stend að, þú veist, ég vil ekki að prjónaskapur og þessi handavinnu veröld verði bara að einhverju svona ofgnóttar framleiðslu, skilur hvað ég meina, þú veist, við erum að sökka okkur í hraðtísku og svona, þú veist. Og þetta eru fólk er svo misfljótt að prjóna og margir fólk er að gera og gefa og selja og allt það og svona, og stundum hef ég hugsað bara einmitt þetta, þú veist, að koma þarna saman, þú veist, þarna eru 30 sögulegalar og konur koma þarna ferðartöskur og fylla, er þetta ekki bara brjálæði, þú veist. En svo er líka, það er bara að koma þarna konur frá Ísafirði eða Neskopstað eða Skagafirði, það sem er bara minna úrval. Einmitt. Ekki það að við erum heppin í Skagafirði, það komið gaddbúð, æðisleg gaddbúð, röndur. En þú veist, og ég til dæmis svoleiðis að ég panta mér ekki garn á netinu vegna þess að ég þarf bara að koma við það, ég þarf að finna litin og ef ég ætla að velja eitthvað saman þá er það bara ég get ekki gert það í tölvu. Nei. Og ég þarf bara. Getur ekki treyst litunum. Nei, já, eða þú veist, en margir gera þetta samt og ég meina, ég hef alveg pantað mér, þú veist, eina hespu en ef ég ætla að fara að panta mér í eitthvað stórt verkefni eða eitthvað þannig. Þannig að ég er hægt að hugsa þetta svona. Ég meina, þetta er bara tækifæri. Þetta er líka tækifæri fyrir litla sögulegala til þess að hitta fólk og koma sér á framfæri. Og við erum að leggja áherslu á það að sögulegalar hérna séu á staðnum eigendur og svona, þetta sé handverksfólki sjálft og litararnir og verslunareigandarnir og svona. Þannig að þetta sé svona við sem að gera þú svona lyfta svona þessum smáfyrirtækjum upp og lyfta íslenskum hönnuðum upp og svo framvegis. Þannig að það er svona svolítið mission í þessu. Já, er ykkur hönnuður með bás? Er það kannski með? Þeir eru svolítið með gaddbúðunum og svo er ég að undirbúa núna viðburð sem að ég ætla ekki að segja frá núna því ég veit ekki hvort hann verður. Vonandi getum við verðum með svolítið sérstætt sem tengist bara íslenskum prjónahönnum og heklum. Spennandi. Kannski best í tala það við þig, prjónahönnu góðir, þegar við slökkum á mikrofónum. En varandi bandubækur, þá er þetta er bara hugsað sem afþreying. Þetta er bara afþreying fyrir okkur. Vonandi finnst fólki gaman að horfa þetta og meðan einhver nennir að horfa þetta þá höldum við þess áfram. Og þú veist, við erum bara ótrúlega eitthvað miklar tútur í þessu, sko, sveita tútur í þessu. Það er ekki bara svo gaman að bæði sjá hvað aðrir prjónarar er að gera og heyra alltaf mismyndi skoðunir og mér finnst líka bara gaman aldrei í lífinni, held ég. Þetta er bara eins og þegar maður var yngri og maður hlusta á foreldri sinna hlusta útvarpið. Maður bara svona góðan hvað þetta er leiðilt, hvernig nenni að hlusta á þetta. Þegar maður verður eldri og þau eru að tala um eitthvað sem maður hefur áhuga á. Það er maður alveg límdur við. Þannig að þau eru að tala garn og handavinnu og skemmtilega bækur, þá auðvitað er þetta gaman. Já, það er nú málið, sko. Þannig að ég hlakka til að hlusta. Ég er bara ennþá að þetta, allt í góð. Ég meina svona er þetta bara, sem betur fer eigum við ýmislegt ólært alltaf endalaust til. Ég nefnilega mitt hugsaði bara, það er engin með svona hlaðvarp. Það er greinilega fullt af fólki. Ég bara vissi ekki að þeim. En svo náttúrulega líka voru það með ég man ekki hvað það hét
Það voru hérna konur í Borgarfirði með svona hérna hlaðvarp þar sem var hérna ekki mynd. Já, ok. Ég skal bara, bara er ekki með síman hjá mér, ég ætla ekki að Nei. leita því og þær hafa svona, það er svo sama, önnur þeir er svo sama og er með Myrka Ísland, ég veit ekki hvort þú kannast við þau podcast. Nei. En allavega, þær hafa gert þætti öðru hvori í nokkur ár. Ok. Við kannski finnum það og setjum það með í póstinn. Já, endilega. Og svo Og náttúrulega tökum líka það sem við vorum að skemmtileg tala um. þætti til hérna inn á RÚV handavinnupöng sem hún Sigrún hérna kraftivisti gerði bara útvarpsþætti handavinnupöng sem Er er það mjög áhugavert. Já, inn á RÚV. Já, það er inn á RÚV. Ok. Við kíkja það líka. Já, hún kallar sig kraftivist, Sigrún kraftivist. Já. Ok. Við Þannig að setjum þetta í póstinn. ha, Við setjum þetta Já, með í póstinn. endilega. Já. Já. Ok, já, það er nóg til fyrir, og bara fyrir alla, þú veist, hvað, Já. Svo náttúrulega ein reynda sem ég gleymi, það er hún hérna Gunnhann Brasar, ég veit ekki hvort þú veist hver það er. Hún er með svona alls konar handavinnu. ok, Hún heitir Guðlaug Hannesdóttir já, og er handmyndakennari og hérna hún hefur verið að gera svona þætti og hún hefur líka verið að fá til sín gesti og hún er að fjalla um ústsaum og prjón og fatasaum og allt mögulegt. ok, Já, þannig að það er bara alveg flóra. En ég er ekki að segja að lykkjufallinu svo á ekki, það er aldrei á mikið. nei, það er meitt, eins og tölum áðan, það er Já. pláss fyrir alla. Já, algjörlega. Og Og ég hlakka bara- mjög til að eiga eftir að hlusta á, eiginlega næstu alla nema 2 af lykkjufallinu. Já, sko, ég held að þessi þáttur verði númer 11 sennilega. Ok, Ég finnst það vel gert. er bara komið alveg Já. helling. Já. Ertu svona stefna á einna mánuði eitthvað svo leis? Reyna að gefa út aðra hverju viku. Aðra hverju viku, já. Já. Ok. Það er svona draumurinn. Þannig að þetta er einmitt eins og prjónið, bara tekum mikinn tíma og er mikið vinna að klippa og Já. en ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst svo gaman að vera að fá fólk og bara læra meira, kynnast fleirum, heyra hvað þeir eru að gera og mér Helga, finnst líka ótrúlega gaman að gefa vettvang til að geta kynnt eitthvað aðeins sem aðrir eru að gera. Já, það er bara mjög gaman. Og það er líka mjög gaman og takk fyrir að bara bjóða mér hérna heimtíðin. Já. Og bara, þú veist, hér er bara allt staplar að lópapeysum sem að stofiskraut og bara Já, allt fullt að lópa og alveg eins og maður vill hafa þetta. Maður það bara því miður það maður að taka tillit til annara heimilismanna en þú ert ekki eins og með kött eða neitt. Nei, þú ég bara get Já. þetta eins og ég vil. Nákvæmlega. Lopa sjúk, eins og sér hérna. Já, Mér finnst þetta svo notalegt. ég veit að þetta er ótrúlega kósi. En ég er svona bráðum fer ég að bæta við eitthvað nýtt og einmitt hlakka til að kíkja á Garðtorgið, Já. eitthvað nýtt. Það verður svolítið mikið af bara liturum sem er að lita íslenska ull, þú veist, bara Já. hérna einband og léttlopa og allt mögulegt og sitt eigið band líka og svona, þannig að það er bara gaman að því, finnst mér líka Einmitt. að þeirra vera að lita íslenska ull, handlita íslenska ull. Já, einmitt. Ég einmitt kíkti ekki alveg nógu mikið á það á Garnival. Það var svo mikið, mér fannst veit ekki það. komast yfir 1/3 af því. Nei. Þannig að- Og líka fannst mér að Garnival, mér fannst svolítið erfitt að átta mig, hvað var hvað. Já, Bara kannski er það því ég vun að því að prjónglinn er þetta þannig að maður getur svolítið svona séð að það eru hann háspjöld og svo eru básarnir mertir. já, Mér var stundur svolítið erfitt að átta mig, þú veist, ef að ég var að hugsa, já, mér langt að kíkja hérna á þetta, þú veist, af því að það er ekkert allir búin að liggja yfir planinu, þú veist, hvar er. svo En ég mikið meina, af það er bara auglýsingaskiltum sem kannski Já, líka aðeins grípa augað. En En- það er bara, þú veist, betri Já. ástæð til að mæta fyrr. já, algjörlega, Leggja leggja fyrir. undirbúa sér svolítið, það er líka Einmitt. rosa gott. Ég ætla vera aðeins klárlega búin að gera hugsa. það Já. næsta ári. Já, Já. vera búin aðeins að setja niður fyrir hvað þú ætlar að spá í, leggja áherslu á. Einmitt. Svo náttúrulega, allavega ég er alltaf þannig, ég er bara, þarna er eitthvað fallegt og þá er ég bara, þá rek ég bara leið og fer þangað. Einmitt. En eins og þú varst að segja áðan með hvort við séum að fara að verða svona Ofneyslu, Já, ofneyslu gegn í prjóninu, þá held ég sko, mér finnst nefnilega handavinnan vera svo flæðandi og skapandi vinna að þú kannski ert í, eins og þú varst að tala um áðan, þú ert í ákveðnu stuði núna, þá viltu vera með mjúkt, bleikt, fössíkar, en svo kannski viltu fara í lopan einhvern tímann og ég held sko einhvern veginn
Ég ætla að passa að hugsa aldrei, ég ætla ekki að fá samviskubit yfir öllu gatninu sem ég á hérna. Nei, Af því ég veit að, ég til dæmis var með, íslenska vúti ykkur tímann hann á neonleitina. Já. Ég var búin að geyma bleika og fjólbláa í sko held ég 12 ár. Og svo núna fann ég verkefni í þau. Já, nákvæmlega. Þá allt í nú kom bara, heyrði, já. Já, nú þetta akkurat það sem að... Þannig að... Já, ég bara, mér finnst bara ágætt, mér finnst bara sjálfri gott að líka velta bara upp fyrir sjálfri mér, hvar er ég í þessu, er ég komin, af því að, ég menna, einu sinni fór maður til útlanda og var bara í búðum, það snerist að fara bara í búðir. Já. Og ég ekki þannig lengur og því ég kem í bæinn, þá það bara ekki þannig lengur. Nei. En og þá fyrir ég alltaf inn að hugsa, ég bara búin að yfirfæra þetta á eitthvað annað? Já. Skilurðu, ég bara búin að eða núna, mér langar svo að fara að sauma með föt. Já. Meira og svona og mér langar líka að sauma út og ég, gallegu útsaumar, hann ekki nú svona félagslegur. Ég þarf alltaf, maður þarf alltaf að horfa svo mikið og vanda sig að, ég get hlustað á eitthvað en ég get ekki tala við neitt. Nei. En skilurðu, það er líka allt í lagi bara af hverju er maður að þessu, hvað fæ ég út úr þessu? Já, það er nefnilega, og svona mismunandi hverju sinni. Já, ég held að ég er alveg sammála því. Já, þannig að mér fannst einhvern tímann sagði einhver að þú getur flokka alla vinkonuðinnar í, A, B, C og eftir hvernig þér líður, það kemur eitthvað upp á. Þarftu að heyra, heyrðu, upp með buxurnar og áfram gakk eða elsku kontið þetta. Þá veluru vinkonu til að hringi í eftir hvað þú þarft. Alveg rétt. Já, þetta er góð punktur. Já, og þetta er bara svolítið með gatnið. Já. Hvaða verkefni, þú sest niður, þú áttur erfiðan dag, þá vil ég bara prjóna bókin. Já. Ég vil bara, bara heilust. Á meðan svo hún Ásdís, hún var einmitt að segja sokkar og svona heilalaust verkefni. Já. Ég væri alveg bara, ég ekki heilalaust, þá myndi ég þurfa bara helst engin að tala við mig, ég þarf að vera alveg ein, og reyna. En það er bara svona mismunandi, ef maður er svo stuðu til að læra eitthvað nýtt núna, eða pröfa eitthvað gatt núna. Og ef maður þarf bara á því að halda, að fara bara í núvitunduna við að prjóna, því mér finnst svona oft, þegar þá er ég að tala að þá er ég ekki að horfa eða hlusta, heldur bara, horfa á munstrið, reyna að koma því í það sem ég er að prjóna og svona. Mér finnst nauðsynlegt að vera með eitt svona verkefni, þar sem ég er með flókið munstur, þar sem ég er bara, af því að þá er ég bara þar, þetta er bara eins og að vera að renna sér vera bara að fara niður brekkuna á skíðum, þá er ég bara í þessu, eða vera á hestbaki eða eitthvað. Af því að þá er ekkert pláss fyrir eitthvað utanakomandi áreiti eða einhverja hugsanir sem eru að angra mann eða eitthvað. Nákvæmlega, þetta er bara svolítið hvað hentar núna og þannig að mér finnst það svo gott að eiga bara nóg úrval heima. Já, það finnst mér líka. Af því það er svo leiðilegt að hugsa, mér langar í eitthvað svona litríkt núna og þá á ég enga liti. Þá þarf ég að fara út í búð eða þá kannski fer ég bara að gera eitthvað annað. Já, og þú býr nú bara hér, þarf ekki að fara langt, sko. Þannig að við sem að búum einhvers staðar í sveit út á landi, það er bara rosa gott að geta bara eiga bara, eiga bara það sem maður þarf heima. Nákvæmlega, það er mjög þægilegt, sko. Þetta er náttúrulega bara eins og, þetta er bara minn vinnkjallari, ég drekk ekki, ég menna. Já, nákvæmlega, þetta er bara, algjörlega. En, sko, nú glemdi ég reyndar, þú komst hérna með verkefnapóka, ekki? Jú, ég kom með verkefnapóka. Já, ég er mjög glöð að sjá það. Fastu liður hjá okkur að spyrja, hvað ertu með á prjónunum? Já. Hvað ert þú með á prjónunum? Ég er með telpupeysu. Ég er að prjóna pizzapeysuna eftir Knitting for Olive á litla frænku mína. Mér vantaði eitthvað, ég hef nefnilega búin að vera í pínu prjónalægð. Einhvern veginn, ég datti í þessa veifuprjón og var svona klára ýmislegt og einhvern veginn var ekki stuð til að fiti upp á neinu. Og einhverju öðru, ég hugsaði bara, nei, en eftir að við tókum upp þáttinn Band og bækur í síðustu helgi, þá bara datt ég svona í stuð og fitiði bara upp á þessari, ég hef búin að ætla að prjóna þessa peysu hana frænku minna lengi, ég hef ekki prjóna þessa, svona svo sæt. Það kom við? Já, þetta er eitthvað dásanda gat.
frá Knitting for Olive. Já, nei, þetta gat mér frá Röndum Hrikalega og er sætt. frá Pasquali. Þetta heitir Pinta, þetta eru 2 þræðir, Pinta og Alpaca Lace. Ok, Þetta er silki og merino og svo alpaka. Þannig að þetta er alveg dásamlega mjúkt og fallegt og þetta það er fínt að prjóna svona barnaflíkur inn á milli, þegar maður er frekar fljótur. einmitt. Þannig að hérna, hún er voða svona ljós fjólblá eins og þú sérð. Já, einmitt. Litla skotta. Og svo gerði ég líka prjónfestupröfu. Ég held ég sé með hana. Jú, ég er með hana. Mér er nefnilega búið að dreyma að prjóna með svona einhverja þunna móherpeysu. Já, Keypti móher í það á Garnival. já, Svo sá ég því ég kom heim að móheri passa rosalega vel sem fylgiþráð með öðru gatni sem ég á. Og ég átti náttúrulega alltaf gatni sem ég ætlaði að fara að prjóna þessa fíngerðu peysu úr. já. Vá, hvað þetta er fallegur litur. Hvaðan keyptir þetta? Appelsínugulur. Þetta keypti ég á Fanu í Danmörku. Okay. Þetta er þess að kasmír og silki. Örfínn þráður. Og ég ætla að prjóna peysu. Verði ekki bara flettinu upp hérna. Jú. Þetta er bara eins og silki. Þetta er alveg sjúkt. er eins og ský, Já, þetta verður svo mjúkt og æðislegt. En þetta ég verður ógeðslega lengi að þessu. Sko, þetta er svo fíngert. Þetta verður alveg þess Hún heitir Lavinia Sweater. Okay. Eftir Lily Kate France. Og við langar svo í svona einhverja sparipeysu. Alveg spari. Þessi er ótrúlega fín. Og ég bara fór á Ravelry og bara fletti svolítið og leitaði svolítið eftir þræðinum. Bara einfalt móher eða leysgat. Já. Og ég hlakka til að flytja upp á þessari. Já. Þetta verður svona peysa sem ég veit ekki hvort ég fer með mikið að heiman. Nei. Það er kaðlar í þessu. Þannig að maður þarf kaðla prjón alltaf. Já. Og já. Þessi verður falleg. Þessi verður æðisleg. Hún var ekki tilbúin fyrir prjónklöðina. Nei. Kannski næstu jóli eða eitthvað. Já, fyrir næsta ár. Já. Ok. Og þetta er einmitt svo að vera með svona mismundi verkefni. Það er akkurat það sem við tala. Já, en þú? Sumir geta þetta ekki. Nei. En fyrir þá sem mér finnst þetta svo, bara eins og þessi vinkonu líking, mér finnst þetta svo ótrúlega lýsandi. Það er bara mjög góð pæling, sko. Já. Já, og svo tekur maður, það er það sem að stundum finnst mér erfitt í þessu er að mann finnst maður aldrei klára neitt. Svo kannski klára maður alveg fullt, allt í einu. Já. Það er svolítið þannig. Og það er voða gaman. Og ég til dæmis tók til fyrir hennar þátt sem við tókum upp daginn og ég var eitthvað, nei, ég er ekki búin að klára neitt. En þá hafði ég náttúrulega klárað alls konar, kannski ekki alveg nýlega. Nei. En ég kláraði hann í janúar, februar alveg áður en ég byrjaði þessum veifum. Kláraði ég alveg fullt. Já, þegar líður svona langt á milli. Já, milli þáttar líka. Já. En oft líka, einmitt, ef maður er að klára svona mörg verkefni sem er á uppsafnað, þá einmitt oft kannski finnst maður, þá að því, eins og Tinna talaði maður er búin að fá dópamínið af henni og þá einhvern veginn gefur það mann ekki alveg mikið að klára þetta verkefni svona seint. Nei. Tengir við það? Já, það er svona öðruvísi. Það er svolítið öðruvísi, sko. Já. Stundum er það svona léttir sem maður finnur. Já. En stundum bara svona, einmitt. Já, þetta er svona, það er svona alls konar tilfinningar sem, það fer svolítið eftir verkefnunum. Auðvitað eru sum verkefni sem að maður fer í og ákveður að klára er ekkert endilega ógeðslega skemmtileg. Einmitt. Það er alltaf eitt. Ég var allt í henni fyrra var ég komið 3 neftar peysur á prjónana og var að prjóna þær allar aftur fram og tilbaka. Skilur þú, og það er einhvern veginn og þú veist, svo bara smá saman. Þetta var svo síðast sem ég kláraði sem ég er í hérna, sem ég kláraði því. Já. Og ég bara, nú ætla ég ekki að prjóna fram og tilbaka. Nei. Í bili. Þannig að hérna. Mér finnst það alveg hrikalega leiðilegt, sko. Já. En þetta er samt gaman að, pröfu eitthvað nýtt, svona einu, ekki. Já, algjörlega. Já, mér finnst það, mér finnst bara, það er líka einn hlutir í þessu, er bara að vera alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er svo gott fyrir heilan, að vera að læra eitthvað nýtt. Já, og bara,
mér fannst til dæmis eins og þegar ég var hérna og þú veist líka þegar maður að prjóna maður sé svolítið með sko fattarana og þú veist í gangi eins og með þessa pizzablúsu hérna þegar maður prjónar hérna og fallet munstur og svo þegar ég er búin að skipta í ból og ermar það var aukið mjög mikið út í bólina því hún víkkar svolítið út eftir berustykkið og síðan átt að setja niður síðan var munstur sett niður og það bara var svo skakt þú veist það stóðst engan á veginn á við efra munstrið einhvern veginn þú veist hérna bara gatamunstrið kom einhvern veginn bara alltaf þú veist óreglulega undir síðustu röð og eitthvað svona þannig ég þetta bara þú veist rakt upp hérna tvær munstur hérna tvo munsturbekki og raða þessu bara niður þannig að mér fendist þetta fallegra skiluru þannig að maður bara aðlagar ekki, þú veist maður þarf ekki endilega að halda áfram með eitthvað sem manni finnst ekki fungera fyrir mann Nei, þetta er nefnilega eitthvað sem maður þarf að læra og tekur tíma að læra að rekja upp strax Heyrðu, já, ég rosa duglega að rekja upp og ég þarf svo ofta að rekja upp ég gerir svo ofta einhver svona fljótfærtismiðstök ég prjóna alltaf mikið eftir uppskriftum af því það er ekki mitt einhvern veginn þó ég get alveg sko unnið út frá uppskriftinni en hérna en stundum náttúrulega þarf ég að beita mig hörðu bara til þess að fylgja uppskriftinni og treysta uppskriftinni af því að ef maður gerir það yfirleitt er allt í lagi þú veist bara ef maður í alls konar sko ég oft er ekki með á þetta ég er svo oft búin að rekja mjög mikið upp en það líka reynir á þá að prjóna hönnur og þeir sem skrifa uppskriftir gera það vel enda þú veist er maður ég ætla að segja fyrir mig að ég er ekkit rosalega sko maður er ekkit rosalega svona fyrirgefandi ef að þú veist ef að ég myndi prjóna uppskrift eftir þig og hún væri einhvern veginn allir rugli, ég er ekkert því sem myndi kaupa aðra uppskrift eftir þig, nema þá bara ég sæi bókstaflega að það væri þú veist, einhverjar breytingar eða eitthvað, þú veist 100% sko, algjörlega og það er það sem er þetta bara krefjandi fyrir ykkur þetta er rosalega mikil vinna og flestir svona sem í þessu eru bara einir og maður kannski svona svolítið treystir á að pröfuna kannski aðstofamann ég hef ekki efna á að borga ykkur til að lesa yfir þannig að maður þarf svona ofta að treysta og ég meina það hefur alveg komið upp hjá mér að það voru villur í uppskriftin oftast eitthvað svona lítið sem að manni var bent á frekar fljótlega og það var náttúrulega líka þú veist þegar þetta gefið út á netinu er auðvitað auðvelt að leiðrétta og auðvelt að senda þú veist uppfærslur og svona og það er auðvitað alltaf erfiðar í bókum það er það er nú bara máli sko. En í bókum, ég reyndar veit ekki hvernig það virkar ég hef ekki gefið, ekki ennþá bók hvernig það virkar, hvort það sé ykkur að lesa yfir en það er auðvitað en mér finnst þetta, ég hef ekki pröfuprjóna mikið en ég hef einhvern tíma pröfuprjóna eitthvað tvennt og mér fannst það náttúrulega bara að vera skylda mín að benda á ef að mér fannst eitthvað vera skilurðu en fólk er svo mismundi, sumir eru feimnir við að segja eitthvað og meðan ég meina, hún er þýsk ég dyrka hana, hún segir bara þú veist, mér fannst þessi hönnun freka boring ég breytti bara mér finnst æðislegt að heyra bara ok, þetta er greinlega ekki eitthvað sem höfða til einhvers eða allra eða eitthvað og mér finnst frábært að heyra svona en ég er ekkert endilega að tala að dæma þú veist, flíkina eða eitthvað svoleiðis en bara segja, kannski þetta orðalag er ekki alveg þú veist, ég er bara ekki að skilja þetta þú veist, mér finnst að þú þurfur að útskýra þetta betur það er beinlínis vill að þarna þú veist, þetta bara þurfa henni bara að fá og ég til dæmis var að gefa út núna uppskrift þar sem að mér finnst skipta meira máli að stærðirna stækki svona jafnt í samræmi en hún til dæmis var að segja nei, ég vil frekar að munstri gangi upp á ermunum allan hringinn en þá þegar það eru 6 lykkjur í munstrinu það munar rosalega milli hverra stærða og þá þarf kannski small, medium og large að vera sömu stærð til þess að það gangi upp og hún var alveg bara þú veist, ég myndi vera fyrir svo miklu vonbrigðum að þetta er svo fallegt að mér finnst það þannig ég ákvað bara að gera bæði einmitt þannig ég gerði af því ég er alveg bara svona ég vil ekki vera að prjóna uppskrift og ermarnar eru jafn víðar fyrir small og medium
Nei, Ef, ekki, nei, það, ég meina það þarf að vera einhver breyting á milli. Já, það er aðgreinir stærðina. Já. Þannig að mér finnst þetta samt svo gott feedback að fá. Já. Þannig að þarna gæti ég gert bara báða. Já, og það er ekki, það er ekki alltaf það sama sem skiptir alla máli, heldur. Nefnilega. Sumir rosa nákvæmlega allt hérna, passi 100% í þessu, þú veist, í mitt hérna, já, munstrin passi saman og þú veist, allt það. Og, já, eðlilega þurfum það að passa saman, en það var, þetta er bara lopapeysa og munstri hérna, þetta fór fyrir neðan, þannig áður en erminn saman að spúkin og þá bara svona undir handakrykanum efst í ykkur svona kannski 8 umferðir. Gekk það ekki upp, það sést ekki yfir undir erminni, en hún alveg bara, nei, mér finnst þetta verða að ganga upp. En það var svo frábært að fá. Að meðan sumir segi ekki neitt. Nei, já, ég held að þú veist, maður myndi, já, mér finnst það einhvern veginn að pröfuprjónarar, eða þú veist, mér finnst það líka bara svona, það hlýtur að vera gott fyrir hönnuðin að fá bara eins margar athugasemdir, bara, já. Og ólíkar, já. Mér finnst það frábært, sko, gott að heyra það, ég myndi þetta mjög náttúrulega ómetalegt, maður er einn í þessu og fá svo bara mismunandi hérna skoðanir, sko. Af því að þú veist, þetta snýst ekki bara að vera að prjóna sýnisotn, þetta snýst að vera, þú veist, að yfirfara uppskriftina, eða ég allavega hef alltaf litið á þannig, sko. Já, mér finnst það svona meira að því að sýnisotn er í rauninni kannski bara ein mynd, eitt sér á Instagram, á meðan þetta feedback getur gefið mann svo, það getur hjálpað manni að gera uppskriftina betri. Þannig að allavega ég allavega í þessu tilfelli gæti ég gefið út 2 útgáfur sem að kannski skipta mismundi fólk, mismundi máli. Þannig að mér fannst það rosalega gott, sko. En já, ég held að hérna, já, þarf svo að mynda að fara að taka upp bara eitthvað þátt pröfuprjón. Þetta er ótrúlega svona... Það væri líka bara gaman að heyra í fleiri hönnuðum, þú veist, bæði hönnuðum og pröfuprjónum, bara, þú veist, hvernig er þetta virka? Því það er náttúrulega bara rosa margir að pröfuprjóna. Já. Og rosa margir að óska eftir pröfuprjónum líka. Nákvæmlega. Og hérna... Mér langar kannski bara að nýta tækifæri ef það er einhver sem hefur pröfuprjónað og það þarf alls ekki að hafa verið fyrir mig, bara pröfuprjónað helst kannski fyrir fleiri en einn hönnuð. Endilega sendi mér skilaboð ef þið hafa áhuga að koma og vera viðmælandi í þætti. Það væri ótrúlega gaman að tala við þeim eitthvað sem hefur verið að pröfuprjóna og heyra svona hvernig þeirra upplifun er. Já, líka kannski missamt eftir hönnum hvaða kröfur eða hvað, þú veist. Nefnilega, það er mjög mismunandi. Hvernig fólk leggur það upp, bara pröfuprjónið og svona. Mjög. Ég nefnilega þegar áður en ég fór af stað með þetta, þá var ég að skoða mikið og alltaf þegar ég sá hönnuði auglýs eftir pröfuprjón, þá opnaði ég alltaf skjalið og skoðaði svona hvaða requirement. Já, bara svona... bara kröfur eða þannig. Já, hvað kröfur hönnuðnir eru með og það er rosalega mismundi. Já, einmitt. Alveg sko svakalega mismundi. Sumir fara fram á alveg bara það þarf að vera módel, það þarf að vera svona lýsing, það þarf að vera mynd í þessum gæðum. Já, og alveg bara, þú veist, rosalega mismundi. Og er fólk sem gerir svona mikla kröfur, er það þá að borga eitthvað fyrir það eða borga garni eða eitthvað? Þetta voru náttúrulega líka ég voru að skoða allt frá því bara einhverjum pínlitlum hönnum SS9 upp í alveg þessar stóru og þetta voru þá kannski meira þessar stóru en þá kannski eru þeir líka með svona geta búið afslátt einhverja resursa í mislegt það er náttúrulega mjög fáir sem hafa kannski tök á því en ég hef alveg séð það hérna á Íslandi þær sem eru í samstarfi við verslanir, það er alveg búið en já, þetta væri mjög áhugaverð þáttur en já, er þetta ekki bara að verða gott hjá okkur? Ég held það, ég held við sem búin að bara tala frá okkur allt og vitt það er alveg komnar hérna næstu 100 klukkutíma og 40 mínútur þannig að herði, ég bara ég er ánægð með hana þátt og bara hlakka ótrúlega til að koma á prjónagleðina ég hlakka bara til að sjá þig á prjónagleðinu og bara alla hina ég kem klárlega á sig hefðri og við líka hvetjum alla til að taka og það sem er að prjóna hérna bæði veiður og sjölinn og bara sjölinn og kaupa þegar þátturinn kemur út að það verður ennþá laust kíkið bara á líka námskeiðin kíkið bara á vefsíðuna hjá prjónagleðinu þar verður dagskráin komin inn og sætaferðirnar og bara
endilega, prjónagleði.is. Já, og líka á Instagram, eru það á Facebook og eru það á TikTok? Nei, það er bara x mikið sem eins Ég manns veit teimi það. kemst yfir, það er bara þannig. Já, TikTok þetta er, já, maður þarf að koma sér vel í hérna. Já, Það var ég mikið hef tíma. ekki farið þangað bara, ég er orðin aðeins og síðan miður aldra held ég. Ég En ég stöndi gaman að þetta- fara á TikTok og sjá, sko, en ég einhvern veginn svona, þetta er bara og kröfart. Þú ert að sjá hvað ég fagnaði, það var reynda fyrir nokkrum árum, ég held að það hefur verið fyrir prjónagleðin 24, 3 eða 4, þegar ég gerði svona fyrsta ríl. Já, Ég baukaði við þetta inn á skrifstofu í 3 klukkutíma og svo kom ég bara og dansaði stríðsdans fram á kaffistofu þegar ég var búinn með það. Ég varst þetta svo geggjað. En Já. svona er þetta. já, þetta er rosaleg vinna. En hún er skemmtileg og mér finnst alveg gaman að vera neitt til þess að vera pínu með puttanapúlsinum í því sem er að gerast en Já, maður svona fer bara eins langt og maður nauðsynlega þarf. Það er bara Einmitt. svolítið þannig. einmitt, sérstaklega maður er einn að sjá allt þetta. Þetta er, Já, og ég nenni rosaleg ekki heldur að vera alltaf í síman. nei. það er ég eitt sam- í þessu, Maður þú vill veist. vera með á prónunum. Já, til dæmis. Þannig að, já, heyrðu, bara aftur, takk kærlega fyrir að gefa tíma að koma hérna í spjallu við mig. Takk fyrir að bjóða mér aftur. Hlakka til að sjást á prjónagleðinni. Já, ekki gleyma prjónunum heima. Þú verður Nei. við náttúrulega að koma með eitthvað og vera að prjóna á prjónagleðinu. Það er kannski eina skilur. Einmitt, ég kem svo sannlega með prjónunum. Það er ekki rétt í staðin til að gleyma þeim heima. Nei, Það er rétt í alls tíminn. ekki. Nei.